Þessi þáttur í boði Pop Smells frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði pop sem kemur í 2 bragðtegundum, venjuleg súkkulaði og pipardutti. Pipardutti klálega uppáhaldið mitt. Subway, bestu bátarnir í bænum. Subway býður upp á alls konar mat, vefjur, salat, báta. Uppáhaldið mitt, klálega kaldur BMT og ég verð að fá allavega 3 svona smákökur í desert. Sambíón reka 5 kvikmyndahús, 1 á Akureyri, 1 í Keflavík, 3 í bænum, Álfabakka, Kringlunni og Egilshöll. Þið sem hafa hlustað mikið á bíóblaður vitið að Egilshöll klálega uppáhaldsbíóið mitt. Það ekkert sem toppar sal 1 þar. Ég vil þakka þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn. Ég vil líka þakka ykkur fyrir að horfa að hlusta á bíóblaður. Ef þið viljið styrkja bíóblaður, þá mæli ég með að versla við þessu frábæra fyrirtæki. Ég vil minna á að bíóblaður á Instagram, TikTok og Facebook. Endilega fylgjið mig þar. Leynilöggan. Já. Hún er komin í bíó. Komin í bíó. Loksins. Já. Búin að fá bara fína dóma og góða aðsókn. Þannig ég verði bara að spyrja, hvernig líður þessa dagana? Bara, þú veist, mjög vel sko. Þetta gengur ótrúlega vel og hefur gengið betur en við hefum þórað að vona. Síðan eru alls konar tilfinningar í þessu. Þú ert svona einhvern veginn búin að put yourself out there, skilur, og ert með myndinni inn í bíó og þetta er alveg svona, þetta er ekki eitthvað bara, þú veist, eitthvað, maður er ekkert svíðandi að bleiku ský alla daga, þú veist, það koma alls konar moment þar sem maður er eitthvað svona smá down og svo kemur upp og svo, þú veist, en almennt þá er þetta bara frábært. En þegar þú talar um eitthvað aðeins kannski down, einn og dagar sem bara svona pompa niður, ertu þá að fara í gegnum eitthvað svona atrið í myndinni, bara, ég hætti að gera það svona? Eða ertu að tala um eitthvað viðbrögð frá fólki? Já, frekar það, sko, myndin er alveg, þú veist, það er alveg hlutir í henni sem pirra mig, en þeir eru samt hættir að pirra mig að því ég er bara búin að sætta mig við að, þú veist, ég er bara búin að loka þessu, skilur. En það frekar eitthvað svona, þú veist, já, ef þú bara færið einhverja skýta gagnrýni í andlitið eða eitthvað svona, þú veist, það er alveg þó maður fái fullt af jákvæðum, það er einhvern veginn svona stingur hitt alveg líka, sko. Það er svo fyndið, þú fær kannski 20 jákvæðum. Já, það er bara þannig. Svo fyrir eina sem er slæm og þá bara eitthvað, það næða maður smá. Það er bara þannig, það er svona líka í þú veist, fótboltanum, skilur, ég kannski fekk eitthvað, skilur, einhver status og fekk 300, hrjóskomment eða eitthvað, svo sá ég eitthvað, hvað þessi getur ekki neitt og maður eitthvað svona, hætti ekki hugsa það, sko. Hvort finnst þið verra? Bara svona persónulega, þú varst kannski að spila eitthvað fótboltaleik og stóðst ekki eitthvað vel, en fekk síðan eitthvað skít. Eða myndina? Ég er miklu vanar fótbolta hliðinni, sko. Ég er að kynnast þessu öllu í fyrsta skipti. Ok, þetta er ekki sama tilfinning? Jó, kannski að einhverju leyti, sko. Það er ágætt að vera án sjóaðir í þessu, að maður svona getur ekki tekið þessu of mikið inn á sig. Nú erum við að tala um þetta eins og þetta sé einhver krísa, sko. Ég tólka þetta ekki þannig. Ég skil alveg hvað þú við. Já, en að því að þetta er aldrei neitt allara, skilur. Þú veist, þú munt aldrei gera það. Þannig að þetta er bara partur af þessu. Og það er partur af því að vera, skilur, landslýsmarkmaður að það er bara, þú ert í spotlightinu og það eru fleiri sem vilja vera í þessari stöðu og þetta verður alltaf að tala um þetta. Það er alveg eins sem maður er að gera bíómynd. Þú ert að gambla svolítið og þú ert að einhvern veginn, þú veist, svona eins og ég segi, put yourself out there og er svona, þú veist, svona vulnerable, þú veist, að því að þetta er bara ef að myndin klikkar eða ef, þú veist, það er ekkert gaman ef að þú situr í fullum sala fólki og þú finnir að þetta er bara, myndin er að tanka, sko. En þú veist alltaf ekki bara lendið því? Nei, sem betur verið ekki. Ég held að það sé jafn vond tilfinning eins og það er góð tilfinning að sitja í sal og finna myndin er að virka. Það er bara eitthvað sem jafnast á við að við höldum áfram fótboltalíkingum að bara standa eftir, þú veist, geðveikan landsleik og bara dómari flautar af, að sitja í sal sem þú finnur að orkan og bara og þetta er allt að virka. Það er alveg præðileg tilfinning að þú finnur að, þú veist, þú ert búin að vera í árið að 2 að bara leggja líf og sál í eitthvað og svo ert búin að setja það saman og verður að fara að sína að fullu salur eitthvað og þú finnur að það er ekki gott, sko. En þegar þú sást myndina, það var búið að klippa hana, þú klipptir hana ekki meðal annars, voru ekki 2? Jó, voru 2. Já, þegar þú varst búin að klippa hana og bara ok, þetta er bara final cut, þú varst búin að sjá myndinni tilbúna, hvað fór þú gennum hausuna? Varstu bara eitthvað, ok, þetta er fínt, þetta er nokkuð gott, eða varstu bara eitthvað, shit? Nei, ég sagði aldrei shit. Mér fannst þetta alltaf gott, sko. Ok. Ég er búin að finna þetta gott alveg eiginlega í gegnum allt
dótið, þú veist, bæði í tökunum og svona, mér fannst ég finna að það væri eitthvað gott annað, sko. Og ég held að svona, það sé nú alveg þannig að almennt þá veit maður þetta aldrei alveg, sko. Nei. Ég held að veit enginn alveg hvort hann sé að fara að gera góða mynd eða ekki. Ég held sér aldrei, sko. Nei, og þú veist, það ætlar enginn að gera lélega mynd, það er fullt af lélega myndum til, sko. Nóg af þeim. Og hérna, þú veist, þetta er svo mikið bákn, svona mynd, skilur, þú veist, ég er náttúrulega að kynast þessi fyrsta skipti, en þetta er bara milljón púsl sem er að koma saman, þú veist, hvort sem það er frá því að láta handriti virka út með handrit og svo er það tilbúið og þú veist, maður er alveg að taka ákvarðanir hægri vinstir með fullt að dóti, bara lest minnit, varandi handriti og allt þetta, þú veist, hvort þetta virkið, þú veist ekki neitt að því, sko, þú bara svona hefur ykkur tilfinningu, svo fer að stað og þá ertu með einhverja framleiðslu á bakinu og þú ert með geðveika tímapressu og þú veist, það er bara, þú veist, allt þetta sem maður er að horta á bíómyndir og svo, þú veist, eins og sé, allir þessi detailar í þeim og maður er svona, og þú vilt að sitja í sófanum og spá í hinu þessu, svo ertu bara komin í tökur og það er ekkert grín, sko, það er bara, þú hefur minni tíma en bara, þú hefur enga tíma til að gera neitt eiginlega, allavega eins og þessi mynd var svo low budget og hún var tekin á 20 dögum. Það er alltaf galið. Já, það er það, sko. Það er alveg galið. Ég skil hvernig náðu því. Nei, og meiri sé að alveg þannig að það mátti ekki vara mínútu yfir, sko, þú veist, 12 tímana, þessi standard 12 tímar, þannig að... Já, svo á dag. Já. Ofan í, sko, til þess að, hérna, þú veist, flækja líf okkar, þá er ég náttúrulega fótboltamaður og við urðum að taka útitökurnar áður en að kæmi ómikill vetur á Íslandi. Já. Og þannig að við þurftum að setja þær inn í september, sem er samt alveg nógu stressandi að því að september er oft mjög slæmur veðurlega séð á Íslandi, sko. Og við höfum eina viku til að gera það, því það var ein vika sem var þarna, það sem var leikur á sunnudegi og aftur leikur á sunnudegi, þannig við höfum vikuna fría, það var ekki leikur í miðri viku, skilju. Og þetta var bara gert þannig að fyrstu tökudagana var á mánudegi, ég get ekki fengið frí á öllum þessum æfingum, sko, af því það er æft alla þessa daga, við fáum alltaf 1 frí og ég held að það hafi verið 2 frí akkurat í þessari viku. Og þannig svo tilvíðin og svo held ég hef grenjað út 1 í viðbót, þannig að ég fekk 3. Á mánudeginu þá förum við tökur og ég fer af settinu klukkan 4 út af því ég þarf að fara á æfingu, byrjum að taka 7 morgun eða eitthvað og ég fer bara klukkan 3:30 held ég til þess að vera mættur á æfingu 4 og þú veist, það var 1 atriði tekið að meðan ég var í burtu. Þriðjudaginu minnum að ég hef fengið frí. Á miðvikudeginum þá var æfing, en þá byrjuðum við klukkan 4 nótt í Kringlunni í mótorhjóla eltingaleiknum og því. Já. Og til þess að ég geti síðan að bæða því við þurftum að taka í Kringlunni nótt og svo að því að ég þurfti að fara fyrir 4 æfingu. Síðan á 5. deginum held ég að ég hef fengið þetta að hafa verið auka frí á. Og þannig ég gæti einbeitt mér aðeins þar, svo á 1. deginum það var stóri svona dagur, þar við vorum með bjöllin í 1 dag í útitökunum, þannig að við tókum allt sem að, þú veist, gerðist þarna í kringum turnana 2 á þeim 1. degi, þú veist, slagsmálin Mexican Stand og þeir að slást á skipinu. Á 1 degi? Já, hann upp í turninum og lokasenan, það sem að Uddi og Egill og Vivian kemur öskrandi þarna í lokinu og allt þetta, okkur 5 senur eitthvað á 1 degi, á þessum 1. degi, sem ekki verið séns að gera á þess að fá frí á æfingu. Svo kom laugardagur og þá tókum við bílækninguleikinu, þá þurfti ég að fara á æfingu klukkan 11, þannig við byrjum klukkan 7, skutum til 11, þá fór ég á æfingu, þau tóku hádegismat og gerði eitthvað smá meðan, svo kom ég aftur klukkan 1 og við heldum áfram og tókum fram á nótt, sko. Ég er að fá kvíðakast bara hlusta það. Já, svo var COVID onni þetta líka, sko, og það var alltaf verið að færa fótboltadagsningar og þannig að við vissum aldrei hvort að, þú veist, að því að fótboltinn, hann trompar allt, skilur, ég get ekki ef það kemur leikur á hann í eitthvað, skilur engu þó ég sé með, þú veist, 100 miljóna framleiðslu á bakinu og ég þarf bara að mæti þann leik, sko, hann hefur bara forgang, skilur. Þannig að þetta var ógeðslega stressandi og kvíðavaldandi ferli og síðan tókum við allar innitökunar eftir tímabilið og því var stilt upp, þetta voru 15 dagar. Var það tekið upp hvað, í október? Já, nóvember, aðeins inn í desember, en út af þessu COVID-rugli, þá vissum við aldrei, sko, hvenær tímabilið er klárað, það var alltaf verið að stoppa tímabilið, skilur við, og þá var það bara, því að ríkt aftur 2 vikur eða 4 eða eitthvað, svo endanum þá blésu þau tímabilið af, þegar voru 4 leikir eftir, þannig að við gátum farið í tökur, en við vissum ekkert hvort að það er gert eða hvort að það er flýtt fram á 1. desember eða hvað, ég var alltaf hringjandi niður í KSÍ til þess að reyna að fá upplýsingar hvað er að hugsa, hvað er líklegast. Hvernig meikar það? Ég var bara að gera þetta.
Mér langaði bara að gera þessa mynd og þetta var eina leiðin til þess, en þú veist, ég er náttúrulega með frábæra pródusenta líka sem að voru viss út í hvað þau voru að fara. Veist, með því að hafa því sem leikstur já, þú veist, ég var náttúrulega alveg pikkfastur við þessa mynd og það var bara, ef þið ætla að gera þessa mynd þá er það að gera það með mér og það ætti bara leiðin, þú veist, ég er bara fótboltamaður og there's no other way, sko. En ég held, þú verður að fyrirgefa, eins og sagði að hann byrjum að taka upp, ég veit ekki fótbolta. Nei, ég fyrirgefa það bara mjög vel. En mér fannst það til þess að þú verður hægt að spila. Nei. Var það bara með landsliðinu? Já, en það bara gerðist samt bara fyrir nokkurum vikum, sko. Ég var í landsliðinu þegar þetta verið gangi. Já, það er eftir að þið tók hann upp myndina. En ertu ennþá að spila? Já, ég er ennþá, ég á 1 ár eftir að samningi hjá Val. Og það er þú náttúrulega fylgist ekkert með fótbolta. Nei, þannig ég ætla ekki að fara út í það. Það er svona smá issues í gangi þar. Ok. En þú erst ennþá að spila? Já, ég er fótboltamaður ennþá. En þarna var ég, skiluru, bæði í landsliðinu og við unnum titilin þetta ár, sko. Þú veist, við urðum Íslandsmeistarar. Hvað hafði ekki það? Takk fyrir kærlega. Ég er að fretta það núna. Já, ok. En þetta er alveg þannig að, ég meina, þú veist, svo er ég að taka efni með mér úr þessum tökum, úr þessum septembertökum, bara á hörðum disk inn á hótelið með landsliðinu og kliftið, þú veist, bílaeltingarleikin á fartölunum mína þar og, þú veist, Mexican stand-offið og allt þetta og var bara svona föndra við þetta þar, þannig að þetta var allt einhvern veginn, en það er samt bara því mér er svo gaman, sko. Ég hef ekkert endilega þurft að gera það, En gætur að hugsa að gera þetta aftur? Nei, aldrei. Ekki ofan í fótbolta. Nei, ég er að segja það, vera að spila fótbolta og gera mynd. Þetta var alveg hellað, sko. Og ég áreynda bara sennilega, ég á bara 1 ár eftir að samningi í fótbolta, þannig að það munur aldrei koma til þess, skilur, af því að það er bara tekur lengri tíma en það að koma einhverju verkefni á stað. En ég ætla að spyrja eins og bara með framtíðina, nú veit ég ekki hvort þið sem búin að tala um þetta opinberlega, en stefnir þá kannski meira að því að vera bara leikstjóri og þegar ég segi bara, ég er að líta því og sleppa prófólda. Þú er bara hægt að vera bara með eina vinnu. Bara með eina vinnu. Já, ég meina, ég held að það sé bara framtíðin, sko. Ég er ekkert að fara, ertu að tala um í þjálfunni eitthvað svoleiðis eftir ég er hættur? Þjálfun eða eitthvað, ég meina ekki hellingu sem að fólk geta verið að gera, vinna eitthvað að lýsa leikjum eða eitthvað. Jó, reyndar, já. En nei, ég hugsa að ég verð ekki þar, ég verð alltaf bíómegin. Það er þetta þið langa til þess að gera í framtíðinni. Já, og það er það sem ég er beðið eftir að geta farið að sökka mér í, sko. En þá eru þú að leiðast neitt misskilning, eða þú var misskilningur, því ég og Lilja Snorradóttir, sko, til mín, framleiðandi, við vorum ekki alveg viss með það. Ég held að þú verið lærður í kvikmyndagerð með þér. Er það rugl í mér? Já, rugl í þér. Já, þú ert ekki lærður? Nei, ekki neitt. En okkur fórst í það? Ég byrjaði bara þegar ég var 12 ára, þá fengum við vinirinn einhverja flug í höfuð að gera stuttmynd og ég svona einhvern veginn tók stjórnina og hafði einhvern áhuga á þessu. Það var bara eina af þessum flugum sem ég fekk í höfuð, alls konar flugur í höfuð þegar ég var yngri og gerandi einhverja svona vitleysu. Og þetta var einn og ég bara einhvern veginn hélt áfram með það, svo gerðum við aðra og svo aðra og þú veist, í menntaskóla þá fór ég í vídeónefnd í Vestló og svona einhvern veginn fann mér svolítið í því og tók svo við þeirri vídeónefnd þegar ég var aðeins eldri og var að gera alla þessa þætti 12.0 og þetta sem við örugglega heyrt og var ekki heyrt það. Okay, það er svona eitthvað koncept sem aðeins að vaks út fyrir Vestló og var síðan núna, þú veist, fyrir einhverjum árum það var að vera að gera einhverja sketsa og eitthvað sem verið svona smá væral og eitthvað. Okay. En allavega rosa metnaði fullt prógram, þú veist, innan Vestló, þar sem að þú ert að gera kannski hálftíma þætti einu sinni í mánuði eða eitthvað og sína það fyrir fullum sal og eitthvað svona, þar sem þú ert að fara á böll og gera sketsa og gera alls konar og þú veist, rosa svona tempo í þættinum og þannig, sem er bara frábær skóli, sko, bæði að skila bara klippa hálftíma þáttin, náttúrulega rosa vinna og síðan að sko sína það fyrir fullum sal á deadline og eitthvað þannig, en það var ég ekkert í Vestló var basically bara minn kvikmyndaskóli, sko. Þú veist, Fyndið? Já, þú veist, og ég var bara í þessu nemendakjallar að klippa og gera stuttmyndir og eitthvað en ekki læra heima, sko. Þannig að það var ekki, ég var ekki sérstaklega vinsæll hjá námsráðgjöfunum, sko, og var alveg á mörkum bara með að vera, bara hvað, hendt út í skólanum? Já, basically, sko. Ég held að mamma bjargaði mér einu sinni kom og barði í borðið og náði að halda mér inni þegar þetta stóð mjög tæft, sko. Já, þú varst á brúninni bara? Já, alveg á brúninni. Ég var með mjög leiðilega mætingu og eitthvað svona. Ég var alveg bólakaði í félagslífunu, ekki bara þessu, heldur ég gerði Vestljónsskólablaðið og bauð mig fram til forseta og eitthvað svona. En allt byggt á þessar vídeóvinnu og vídeó, þú veist, það var svona það sem kom mér inn í félagslífið þar og ég gerði þarna einhverja 2 stuttmyndir sem að voru alveg svona svolítið legendary á þeim tíma, sko. Sýndar að rosa metnaðarfull stuttmyndakeppni í Vestló, eða var allavega, sem heitir Ljósið.
sem var sýnd, það var alltaf í háskólabíó eða einhver svona stóri bíói. Finnst þetta að heyrt af því? Ok, og það var alveg þannig þegar ég kom inn í Vestló, þá voru svona nokkri eldri krú, þú veist, með einhverjum eldri bekkingum sem voru búin að gera einhverja myndir og voru svona fyrir okkur algjöra stjörnur, sko, sem voru að gera svona aðal myndirnar. Svo komum við inn og gerðum sem bara svona, þú veist, vorum með yngsta ári og gerðum eina mynd sem að enginn vissi neitt af og það var svona nokkur svona gengi sem átti að vera að berjast þetta, sko. Svo komum við þarna og pökkuðum þeim öllum saman og unnum þessa keppni og það var svona, þú veist, alveg svona huge moment og það var svolítið þetta sem ég var að tala áðan, þú veist, þarna sat í sal og það var bara grafa þögn, það átti að vera grafa þögn og maður fann bara svona einhvern veginn myndin að vera skítvirka, ég var bara 16 ára og, þú veist, einhvern veginn að stimpla minn í Vestló og allir bara alveg, þú veist, fannst geðveik, sko. Og þetta eitthvað sem ég gleymi ekkert, sko, þetta var alveg svona moment sem að maður mann eftir og þetta, við allavega unnum bestu myndina á áhorfendavelun og Björn Bragi, vinur minn, hann var leika aðalhlutverki og Klara, í nælon var aðal kvenhlutverkið. Þannig að þú varst bara með framtíðarstjörnur? Leikarar og aðaleikar, já. Og Jónsson var líka, nei, hann var í næstu mynd, já. Hún hét Vatn og Sykur á næsta ári og fjallaði tvo gæja sem komast yfir uppskritin á kók, sem náttúrulega eitthvað næsta. Er það Coca-Cola? Já, sem náttúrulega, er það ekki eitthvað bestkynda leyndamál? Jú, ég held það. Þetta var svona gott stuttmyndakonsept. Það komist yfir uppskritina. Já, sem var náttúrulega stór hættulegt, sko. Það var náttúrulega að fá allt kókveldið yfir sig, sko. Allt kókveldið yfir sig. Ok, þannig að þú ert að gera þetta, þú ert í framhaldsskóla. Já. Þannig að þú ert greinlega búin að mikill svona áhugamaður þetta. Já. Sem krakki. Svo gerðum við hryllingsmynd á síðasta árunni, sem var líka svona, hún var eiginlega mest legendary og það var ógeðslega gaman, sko. Hún 20 mínútur löng og fólk var bara öskrandi og alveg talandi hann í mörg ár eftir. Nei. Og það var mesta svona kick-momenti sem ég upplifað, þú veist, það sem þú ert bara aftur í sal, það sem þú ert bara veist ekki alveg, ok, þetta hryllingsmynd, þetta samt krakkar sem að, þú veist, allir þekkja að leiki í myndinni og bara svona munið að virka og eitthvað og það var bara það krossbrá öllum og allir að skíti í sig í lokin og eitthvað svona og mér er alltaf langað að gera hryllingsmynd síðan af því að þetta var svo gaman, sko. Ég er engin hryllingsmynda-expert, alls ekki, sko, ég þori alltaf að horfa á hryllingsmyndi sjálfur, sko. En langar samt að gera feature-length hryllingsmynd? Já, út af þessu. Ég bara út af kikkinu að fá þetta var svo gaman, já, ég bara get ekki gleymt þessu, þetta var rosalegt, sko. Bara verið að gera einhverjum menntaskóla hryllingsmynd og það var allir að kúkísi í salnum. Þannig þið langar að hræða fólk. Já, það er bara svona, já, þetta framkallar ógeðslega sterk viðbrögð, þú veist, velhefnum hryllingsmynd. Mér finnst það svo áhugavert að því hryllingsmyndir eru svo sérstakar að því leitum til að ef þú gerir góða hryllingsmynd, þá næru þér tilfinningarlega, þú eru hræddur, þér bregður. Mér finnst eins og það sé smá svona, mér finnst eins og ég hafi gert eitthvað svona afrekað eitthvað þegar ég kemst í gegnum góða hryllingsmynd, skilur mig, ef ég fer í bíó á hryllingsmynd, það er alveg svona eins og ég þori því ekki, sko, en ef ég geri það, þá er ég alveg bara svona ánægð með mig, sko. Já, finnst þetta bara að vera afrek út af þessi? Já, svolítið, sko. Meinar þá að klára myndina? Já, nei, bara svona einhvern veginn hafa haft mig út í þetta og einhvern veginn og svona horta á hann alla og ekki loka augunum með eitthvað skilur sem langar alla myndina, sko. Þetta er svona, þetta er persónulegur sigur. Smá, sko. Mér finnst allavega hryllingsmyndir að þannig áhrif á mig, sko. Að mér finnst mjög mikið mál að fara á þær og svona, ert þú ekki þar eða? Ég elskar hryllingsmyndir. Og finnst það ekkert mál, bara það er bara eitthvað svona geðveikt skeri atriði og bara, þú veist, og veist alveg að það er eitthvað að fara skella á þér, ertu þá bara galopin augun og getur ekki beðið eftir að koma. Ég ætla að horfa á hryllingsmyndir einn, til dæmis þessu heima og svona, það truflar mikið neitt, en mér finnst hryllingsmyndir svo áhugaverðar, af því það ná mér ekki það oft í dag, það kemur alveg fyrir, mér finnst bara svo áhugavert að þetta er fake. Þú veist, ég veit þetta er fake, ég veit þetta eru leikarar, þessi er ekkert að deyja og allt það. Kvikmyndagerðin nær mér svo vel, sko. Já, en það er svo geðveikt. Já, ég veit það. Þannig sem er hryllingsmyndir, ég til dæmis, ég ennþá býð eftir alvöru svona íslenskri hryllingsmynd. Jú, við höfum reynt að gera það og sumarlun þokkalegar, en mér langar að fá okkur svona Hvernig við heldur að það sé best þá? Heldur að ertu að tala um einhvern splatter horror eða ertu að tala um svona tense, drauga, svona supernatural eitthvað? Sko, ég man þig, það var draugamynd og hún var bara þokkalega gerð. Já, hún var góð. En mál er ég rosalega svona creature feature, mér langar að fá með eitthvað svona skepnu, eitthvað skrimsli. Já, ok. Þú veist ekki þar? Jú, skrimsli, já, ég veit ekki alveg með skrimsli hérna á Íslandi, sko. Það kannski. Mér myndi það ekki alveg virka. Já. Þú lést hasarmynd núna virka. Já, jú, ég meina, maður veit aldrei. Ég held að, þú veist, ég var ekki einhver myndi í Noregi sem að hétt Trolls eða eitthvað slags. Það sem að... Troll Hunter.
Heitir hún ekki Trollhunter? Getur Það með stóru tröllin Jó, ég held það. Var hún ekki góð það? Hún var alltaf læg. Þú búin að sjá hana? Ég er búin að sjá hana. Ef við erum að tala sömund. Já, ég er ekki búin að sjá hana, sko. En, já, það er ýmislegt í þessu, en ég allavega, eina sem ég veit, ef ég svona fæ tækifæri til að halda áfram og gera myndir, þá verði ég alltaf svona meira, einhvern veginn, afturrengar Hollywood megin, skiluru við línuna heldur en hitta, því að það er bara svona það sem að lætur mig tikka, það sem að lætur mig langa í bíó og það er það sem ég held að vanti svona smá Þá er mjög líklegt að ég fara alla þína myndir í bíó. Já, gott að það. Af því ég er mjög hrifinn af þessu, tölum að þessu mynda fyrir podcastið, að ég er mjög hrifinn af svona Hollywood, afturrengamyndum. Já. Auðvitað einu á milli, einhver arti mynd sem kannski er að gera eitthvað meira með meðilinn, sem ég alveg til í, en svona minn smekkur er einmitt 90s hasamyndi til dæmis. Það er svona leinlögin, ég bara yes. Eitthvað svona létt grínmynd sem er svona 90s hasamynd. Algjörlega, og ég er bara sammálaður, ég meina þetta, ég held að, þú veist, hvenær ertu fæddur? 83. Já, ég er 84. Já, við erum svipur ekki. Já, og þú veist, þegar maður var að vaksa upp, það var ekkert annað en þetta, skilur það er ekki eins og við höfum haft option á einhverjum, maður þurfti að vera mjög svona djúpur kvikmyndaáhugamaður til þess að finna sér eitthvað annað en bara mainstream Hollywood, þú veist, þetta var bara það sem kom í Sambíónu Álfabakka sem var bara bíóið sem maður fór í. Já, bíóið mitt. Og svo á vítulegunum og þessu. Þannig að, þú veist, mér fannst ég að vera mjög mikill kvikmyndaáhugamaður bara það að vera að horfa á, þú veist, allar þessa myndir og eitthvað svona. Ég vissi ekki að vera eitthvað annað til, sko. Valla. Þannig að það er svona helst á seinni árum sem maður hefur svona reynt að grafa eitthvað upp, en ég samt meiri sér skammast mér fyrir það hvað ég gerir lítið af því, sko. En svo er líka bara sem það, ég hef stundum talað um það í podcastinu, að það er enginn búin að sjá allt. Nei. Þú getur ekki hort á alla bíómyndir og það er allir með sinn smekk. Þinn smekkur greinilega er meira þarna megin. Já. Það þýðir samt ekkert að það sé eitthvað að þú ert ekki nú alvöru kvikmyndaáhugamaður. Nei, ég veit það. Af því að svo er líka verið að gefa Hollywood það að sko það er það sem að peningarnir eru. Þetta er bara eins og meistaradeildin, skilur við, að þarna þangað var peningarnir og þá, þú veist, þangað sogast þá náttúrulega hæfileikar og þegar að Hollywood gerir hlutina vel, þá er það náttúrulega amazing, sko. Það er bara enginn sem gera það betur, þannig að, þú veist, það má ekki tala það og mikið niður, sko. Mér finnst það ekki og staðan í dag í Hollywood er kannski svolítið svona, mér finnst hún persónulega ekki eins spennandi hún var fyrir 20-30 árum síðan. Nei, ég er ekki alveg tekið undir það. Þetta er svolítið mikið svona brandmyndir, Marvel, Star Wars, Harry Potter og þeir eru rosa mikið svona að koma ný Indiana Jones mynd með 78 ára gömlum Harrison Ford. Já. Sko, ég varandi þessa myndir, þú veist, allavega ég persónulega hef ógeðslega gaman að epík í bíó. Mér finnst alltaf, ef það kemur ný svona epísk mynd, þá langar mig alltaf að sjá hana. Allar Harry Potter myndar fóru á þetta allt. Marvel sérstaklega framan að ég er alltaf gaman að þessu, sko. Þú veist, það er gaman að sjá eitthvað svona spektakul, sko. Algjörlega. En mér finnst þetta, ég er alveg sammálaðið samt líka að þetta sé komið svolítið langt, sko. Þú veist, maður er orðinn heldur þreyttur á því og ég hafði engan áhuga að sjá til dæmis þessa, Black Widow mynd, ég er ekki búin að sjá hann, ég nenni því ekki, bara að því að var ekki góð. Nei, ok, það er fínt að vita, því að mér finnst reyndar að því að Marvel, það sem Marvel gerðu, er að þó þetta væri orðið ógeðslega langt og þreytt, það var samt einhvern veginn voru gæði í eiginlega öllum myndunum, sko. Já. Það var einhvern veginn, þær voru allar bara með yfir 7 á IMDb og bara fína einhvern á rottin og voru bara góðar. Fólk var að fíla. Já, og þannig að það var allar lagt í, en þú veist, vill maður bara svona þreytandi, skilur. Það er maður samt orðið þreyttur á sig, þó þetta sé alveg vel gert og svona. Nei, maður vill alls ekki bara þetta. Þetta er sem ég sá núna trailerinn fyrir nýju Batman-myndinni, því hvort þú sást hann. Já. Búin að sjá hann. Þú sé bara auðvitað bara lúkkið, því við erum alltaf hvað er búin að sjá myndina. Bara lúkkið á þessar mynd. Berði þetta saman með Marvel. Já. Þetta er bara svona svart og hvítt. Algjörlega. Og maður er einhvern veginn bara búin að sjá allar þessar Marvel-myndir og ég gerir mig grein fyrir þetta gerist allt í sama heimi. En þú er búin að sjá 20 plus myndir. Já. Orðið pínubóring. Já, þetta er það. Og þú veist, algjörlega. En fannst þér ekki geða ykkur trailer? Geða ykkur trailer. Ógeðislega flottur. Ég elska Batman, sko. Ég líka. Ég dýrka, sko. Þá erum við pottið að fara á þessa mynd í bíó, alveg klára. Já, að ég segja samt að eina sem ég hugsaði eftir hann, mér fannst það geða ykkur. Mér fannst eiginlega pínu synd eða er að koma mynd sem að er eitthvað nálægt Christopher Nolan myndunum, sko. Út af því að mér finnst þær bara eiga það skilið, að þetta er bara skilið eftir. Og þú veist, það er ekki eitthvað að fara að toppa þetta, sko. En þú ert alveg þar? Eiginlega, sko, en ég mun náttúrulega sjá þessa mynd og mun örugglega hafa ógeðslega gaman að því. En mér finnst það bara vera, það skipa einhvern sérstaklega sess, þessar Christopher Nolan Batman myndir, þú veist, þetta er bara, sammála. Ég hugsa þetta séu þær myndir sem ég hef svona fyrst auðveldast að horfa aftur. Og er það bestu ofurðið myndinar?
Já, er það ekki? Svona þessi þríleikur. Ég held að þetta sé svona ég myndi segja það, að þetta er svo relatable í svona raunheimi og svo er þetta svo ógeðslega stórt og epíst og dramatíst með þessu skori og með, þú veist, bara einhvern veginn og svo allir þessi leikarar og svo ég er mjög stóra á Christopher Nolan vagninum, sko. Ennþá? Já, og ég reynda að mér langar aðeins að rukka eitt, sko. Okay, út af hverju þú ert það ekki, út af því ég heyrði daginn að þú varst eitthvað tuðað myndunum hans. Ég er alltaf að tuða þér. Og mér langar að vita út af hverju. Þessum nýjum myndum? Já. Sko, við skum ekki að eyða þættir mýð það, okay. Ég er rátt Christopher Nolan. Ég ætla að segja í stuttumáli. Ég ætla að reyna að gera í stuttumáli. Mér finnst hann, að því ég er búin að fylgjast með hann síðan hann er byrja, ég reynda að sá ekki fyrstu myndina hans following á hann eftir, en bara þannig að kemur með Memento. Já. Kvikmyndagerðar maður sem gerir þá mynd, og sem gerir Tenet, þetta er bara ekkert sami maður, og ég gerir mig grein fyrir að við bara þroskumst og allt það. Mér fannst það svolítið svona missa sjónar á, fannst þér Tenet góð? Nei, mér fannst hún eiginlega síst af svona síðustu myndunum hans. Já, mér finnst sko, ef við tökum síðustu... Mér fannst hún bara að vanta alla sál svona eiginlega og allt sem maður tengi við í henni. Já. En mér fannst Inception geðveik og mér fannst Interstellar geðveik, ógeðslega góð fram að síðasta atriðinu og ég eiginlega get ekki fyrirgefið þeirri mynd síðasta atriðið. Af hverju? Hvað var svo slæmt við það? Mér fannst það bara svo að það tók mig svo að reif mig út úr henni. Það var allt búið að vera svo grándað í myndinni þó að hún væri einhvern veginn hjúts og svo þegar þú ferði inn í innan tölvu heimarna sem ég var bara svolítið lengi að átta mig á þetta og horfa hana aftur þess að reyna að skilja hvað væri í gangi þarna og eitthvað svona. Þannig að fyrir í svona vít. Já, svífandum þess að vít og svona. Já, svo erfitt með það atriði, sko. En það pirraði mig svo mikið að því mér finnst Interstellar eiginlega bara alveg sturluð fram að því, sko. Bara einhvern veginn Myndur rankana hátt hjá Christopher Nolan myndunum? Staf þeim. Finnst þú betri með Memento? Þarna aftur, núna er þetta aðeins að áta mig sem lélegan kvikmyndaáhugamann. Áttu þetta að sjá hana? Nei, ég sá hana fyrir ógeðslega löngu síðan á lélegu deiti mér sér. Ok. Sæðilegu deitmynd, sko. Þú voru það að rifja henni upp? Já, ég var 17 ára held ég. Og ég þarf að rifja henni upp. Ég man konceptið og eitthvað en ég man ekki, þú veist, tvistin í henni og hvernig hún virkar, þannig að ég veit alveg að þetta er allt öðru í þessi mynd heldur en að því að núna náttúrulega gera hann bara epic myndir með einhverju svona pounding skori frá hann sem er og pounding skori, það er rétt og þú veist, maður er svona ógeðslega svona edge of your seat dæmi, þú veist, og það sem ég horfði svona smá alveg til hann, sko, að ég hef margt svona svipað eins og bara með bara svona momentum í myndinu, svona uppbygging og flæði og eitthvað, bara svona svo Inception nærmanni það sem þú ert bara, hún er að byggjast upp og svona er hún svo rosalegu klæmaks í lokin að það er bara, ég hef aldrei séð svona, sko. En eins með hana, það er gott að skilja nefna hana, því Inception, mér finnst hún ekki, mér finnst það svo stórmunur henni og Tenet, að því Inception, þú ert með eitthvað svaka high concept mynd, en þú ert samt með hjarti í henni. Það er DiCaprio, karakterinn, og samband af þessu börnin og konuna sem hann misti. En það var líka Interstellar, rosalegt hjarta, sem að einhvern veginn fór aðeins út úr gluggan eða hvort þú má hjarta gera það ekki, en allavega mér áttum að missa aðeins flugið þannig í lokin, en Inception definitely hefur rosalegt hjarta og Tenet hafði ekki neitt. Mér fannst það vantur svolítið Tenet, en stutt með Interstellar, ég er búin að reyna að gefa henni annars, ég hef gefið henni annars sjans, ég sá henni í bíó, hún var ekki að grípa mig, en það sem mér finnst það kannski aðeins þeirra myndir ekki að samfistur aðeins Tenet, og ég gaf henni annars sjans, hún er ekki að ná mér, þessi mynd, samt fílaði leikarana, hún er flott, en hún er ekki að ná mér. En Tenet, fyrir mér persónulega, mér fannst það bara ekki nógu góð bíómynd. Nei, og það var svo svekkjandi. Mjög svekkjandi. Ég hélt svo með henni og mér langaði, og þú veist, hún geði okkur trailer og allt þetta og maður bara treystir því. Ég treyst honum bara. Ég er bara þannig, ef það er komið mynd með honum, það verður bara, ég veit að hann er búin að hugsa þetta það mikið vel út, það verður bara í lagi, þetta verður gott. En týndar sér ekki svolítið kannski í konceptinu sjálfu? Það getur verið. Af því það vantaði fannst mér bara eitthvað svona, einhverja karaktera og gæja var ekki sem er nafn. Nei, ég veit það. Aðalgaurinn. En svo einhvern veginn er ég alveg vissum ef hann myndi sitja hérna og útskýrta fyrir okkur þá myndi hann gjössalega jarða okkur, sko, það er auðvitað hugsað fyrir öllu þarna og hver eru við að vera hérna eitthvað drulli yfir þetta, sko. Drulli yfir hann. Sérstaklega ég hef nú ekki gert bíómynd sjálfur, þannig ég er eitthvað að skjóta á hann. En sem áhugaður, því ég er Christopher Nolan aðdáandi og ég er spenntur, núna ætla hann að gera örugglega minnimynd Oppenheimer og kjarnorkusprengjuna. Það hljóma meiri svona karaktermynd og mér langar svolítið að sjá það aftur, frá manninu sem gerði mynd Memento.
Því flest alltaf myndina, sko, sem Batman eða Memento eða Insomnia með Pacino, ég maður einhvern veginn eftir henni. Já, ég maður eftir henni. Það hjarti öll, já, endurgerðin með, það hjarti öllum. Það einhver sál. Algjörlega. Mér fannst það vanta í Dunkirk og mér fannst það vanta í Tenet. Já, ég tek undir þetta líka. Dunkirk einhvern veginn var öðruvísi bara fannst mér. Þú veist, ég var til að fyrirgefa það að því að það var eitthvað svona samt að frétta þar, sko. Það er spektakulmynd. Já, og svona það var eitthvað, ef við erum að tala pounding score, þú veist að ég hef aldrei heyrt mynd sem einhvern veginn, jafn svona taktföst. Algjörlega. Og þú veist, það var eitthvað svona, það náttúrulega raunverulegt og allt það, en það var svona smáður í sig. En Tenet var alveg, þar fannst mér að vera að reyna við Inception svona konceptið aftur og bara mishernaðist, með að hefnaðist ekki eins vel. Mér finnst það alltaf, og svo eru sem sem dýrkana. Já. En ég ekki að horfa á bíómyndir til þess að reyna að lesa ykkur á þraut. Nei, einmitt. Skilur, af því það er myndið á búin, mér er alveg sama. Ég nefndi ekki eins að fara að googla hvað er þessi myndið eða. Og það er enginn að segja það, að við fyrst áhorf, við erum bara svona, geðvegmynd, ég skil allt í henni. Nei, ekki séns, það er ekki fræðilegur. Ég held að mér þess að sko, stúdíu hafa ekki fattað þess. Nei, það er bara ekki fræðilegur. Það er ekki fræðilegur. Bökkum aðeins í leynlöguna, af því mér langaði að spyrja þig út í hana og 90s myndir. En það er svo greinilegt. Það er svo sem gerði þessi mynd, þið, þú og náttúrulega hópurinn, þið fílið 90s, hasamyndir og ég sá, það er Die Hard 3 og það er Bad Boys og ég myndi að segja Tango and Cash líka þegar hangaði hana. Já, og bara, það er alveg fullt að Tango and Cash í henni. Sko. Já, svona buddy cop og eitthvað svona. Er það mjög svona ofalega þér yfir það sem þú fílar? Saknar þessa myndið, það er ekkert að gera mikið af svona myndið. Nei, ég veit það, og þegar það eru gerðar, þá eru það öðruvísi, þá þetta skilur The Other Guys eða hérna, hvað heit hún hérna sem fóru tveir að dulbjúkus í einhverjum menntaskóla 21 Jump Street. Já, sem finnst alveg gaman að þeim og eitthvað svona, þetta er ekki sama svona authenticity og einhvern veginn bara svona, þetta er svo basic myndir, það er svo gaman hvað, þú veist, það er allt gert í alvörunni og þú veist, það er svona eitthvað við, það er svona geðið ykkur sjarmi yfir þessu tímabili og þessum hasamyndum og þú veist, þannig að það er alveg rétt hjá þér og mér finnst svona maður svona hafa, ég hef heyrt það svolítið eins og maður les gagnrýni og svona að núti að fólk skynjar það að þetta er gert að mjög mikilli ást til þessara mynda og það er bara klárlega þannig sko og meiri sér að þannig að ég gerði ekkert neitt sérstaklega mikla, vann ekkert eitthvað svaklega rannsóknarvinnu sem maður les oft eða sér að fólk gerir alveg sekkur sér í eitthvað alveg í mörg ár þegar það er að vinna eitthvað og ég held að það hefði nú bara verið út af því ég var bara með þetta alltaf einhvers staðar bak við eyrað sko. Búin að sjá þetta oft. Já, akkurat, og maður svona þekkir þessi minni svo vel og þú veist, þarft ekkert eitthvað að sökkvaði og horfa einu sinni enn á Bad Boys til að stúdela sko. Nei, menn þetta er svona frábær mynd. Já, frábær, ógeðslega skemmtileg og bara, þú veist, það er bara eitthvað, nú veit ég að þú tengir við þetta, en það er líka bara eitthvað við þennan tíma, þennan 90s tíma sem að maður sér í einhver svona nostalgíu ljóma og ég held að vídeolegunar hafi mjög mikið með að gera, þú veist, bara að fara á vídeolegu, fletta myndböndum mánaðarins, standa fyrir framan þessa legu, spurja hvort einhver mynd sé inni sem er nýkomin og hún er ekki inni, en eitthvað, jú, það er eina dettin hérna 8:30 og eitthvað svona, og þú veist, þú verður heim með hann og bara ert komið Bad Boys og ert að fara að setja henni í tækið og þú bara getur ekki beðið, þú veist, þetta er allt annað en í dag, þú veist, heldur hann að setja einhverja drastmynd í ganga á einhverju efnisveitu, þú veist, Saknar þess? Já, mjög mikið. Mér finnst bara leiðilegt að börnum mín muni ekki upplifa þetta, af því þetta er bara algjör svona, þetta er svona partur af því sem maður þekkir og partur af kvikmyndum, finnst mér, sem að, þú veist, fólk muni ekki kynnast, þú veist, sem fættist eftir einhvern ákveðin tíma, sko. Það er svo áhugavert að þú tala um nostalgíu og jú, það er eitthvað fullt af fólk sem myndi segja mig, Hafsteinn, þér finnst það bara skemmtilega myndir að þú sást þú varst krakki, unglingur, bara með nostalgíu tengingu. En svo hef ég alveg hort á 90s myndir sem ég sá ekki. Okay. Just back in the day. Og ég kannski sjá núna bara 2021. Og maður bara svona, þetta er alltaf skemmtilega mynd maður. Ok, ertu með dæmi? Já, ég horfði á daginn með James Woods. Það er búið að stóla úr mér. Ég gerði svona 90s gullmál þátt. Og Bjarni félaginn sem var með mér, hann kom með þessa mynd. Ég hef ekki séð hana. James Woods og Louis Gossett Jr. Hann er svolítið svona conman, James Woods. Hann fer eitthvað svona smábæ með Louis Gossett Jr. sem er boksari og þetta er svona veðmál. Hann segir henni bara minn boksari, sérst Louis Gossett Jr. Hann getur rústa 10 á ykkar gaurum hérna á einu kvöldi eða eitthvað, ég man ekki hvernig það var. Ég hef aldrei séð hana. Ég var ekki með neina tengingu hérna, en hún var svona ógeðslega skemmtileg. Vantar svona einhvern veginn í dag þess áferð. Já, ég veit hvað það meinar
og þetta er eitthvað sem að Midnight Sting. já, það er geðveitt 90s nafnleika sko. Geggjað titil það. Já. Midnight Sting, minnum að heiti það. Fárulega gott En þú fattar hvað við, það er eitthvað svona, já, það er ákveðin áferð á þessum myndum sem að ég er svolítið sakna. Já, ég meina svo komið þetta gullmólar og koma frábæra myndi núna er ekki það, en það er bara svona einhver fílingur sem að var hana, sem að er ógeðslega skemmtilegur sem að er ekki Og var ekki líka bara Hollywood að taka meiri sénsa? jú, pottet sko eins og varst að segja á hann, þessar franchise myndir og allt þetta er ekki sami bransi og var sko. Að ég er að hugsa bara 90s, bara með Heat, Die Hard 3, Braveheart, Forrest Gump, Shawshank Redemption, Fight Club, Matrix, Sixth Sense. Þetta er bara geðveikt. Þetta er endalaust. True Lies, við verðum að nefnda bara hana. Vanmetin mynd. Já, mér finnst líka bara svo geðveikt við hann, James Cameron, að hann nennir ekki að gera mynd nema það sé bara það stærsta sem hefur gert. Þú veist, hann fór og gerði Titanic, bara rústaði bransanum þar og gerði Avatar og Huge var í 10 ára að gera eitthvað. Hann fór og gerði svona action 90s mynd. Það er bara langstærsta svoleiðis mynd sem hefur að gera. Hann nefndi ekki að gera hún væri fucking episk. Og það var bara, þú veist, hini voru að gera, þú veist, það var eitthvað bíla, eitthvað dót og eitthvað svona, en hann var á fucking, Harrier-þotu. Já, þotu eitthvað niður fyrir utan, eitthvað háhísi og sprengdi brú í alveg. Já, akkurat, þú veist, það er bara huge mynd, sko. Veistu, ég aldrei pælt í þessu fyrir hún nefndar núna. True Lies er auðvitað stærsta 90s hasamyndin. Örgulega, sko. Heldur að hugsa hún er þetta líka þannig. ógeðslega skemmtileg. Geðveik mynd, maður. Ekkert smá skemmtileg, sko. En mér finnst hún gleymast oft. Já. Þegar fólk talar um Cameron, þessu geggjaðu nefndana. Ef þú ert náttúrulega með Terminator 2 og náttúrulega Avatar og Titanic. Akkurat. Það má ekki gleyma True Lies. Nei, það má ekki. Þetta er æðislega mynd. Ég veit það. Hún er bara alveg fáralega skemmtileg. En eins og með það, finnst þér að eldast vel, eins og þessar 90s hasamyndir og horfa á þetta í dag? Ég, sko, verð að viðurkenna að ég er ekkit eitthvað allt of oft að taka einhverjum svona gamla mynd og setja hann í tæki, sko. Þú veist, það kemur alveg fyrir og þar kem ég aftur að ég bara, mér langar að verða betri kvikmyndaáhuga maður. Ég ætla að gefa þér hrós núna, þegar ég hlusta þættin ykkar, þína, þá hugsa ég þetta, sko, þetta bara makes me wanna be a better man, sko. Þú veist mér, Það er gaman að heyra. Ertu náður þessu kvóti? Ég náður þessu kvóti. Veistu hvað myndið er? Nei, við þau, makes me wanna be a better man. Já, þetta er nefnilega... Gæti ekki verið að velja myndum. Nei, þetta er alveg mjög þekkt lína þú ert að ná þessu, sko. Shit, þú ert að grilla mig núna. Já. As good as it gets. Þetta er, þegar að Jack Nicholson á að gefa henni hrós, það er stuðsins á hana. Já, þá segir hann þessa línu og hún alveg bara aldrei eitt neitt eins fallegt. Hann segir henni í lokin. Eða er þetta þegar hann er að tala við hana á veitingastann? Ég held að veitingastann með eitthvað svona. Hún sagði að gefa mig að kompliment, hrósaði mig núna, þá segir hann þetta. Ég ætla að klippa þannig til eins og ég hafi gíska á það. As good as it gets. En allavega, svo að ég fari ekki að vera ósentimental hérna, þá meina ég að, þú veist, mér langar að vera þetta hefur líka bara að gera með margt annað, þú veist, maður er bara þessi sími sem maður er með vassan með bara grilla á manni heilan, bara athyglis einhvern veginn, gáan er bara farin út úr gluggan og svo á ég 3 börn og svo er ég í fótbolta og er að vinna og allt þetta, það er bara tíminn einhvern veginn, það að setja bara mynd í tækið, gefa mér bara tíma og ekki gera neitt annað að horfa á hana, þetta er bara eiginlega búið, sko. Þú veist, ég gerði þetta miklu meira og þá var þetta alltaf athöfn og ég var miklu meiri kvikmyndaáhuga maður þegar ég var yngri og ég finnst það leiðilegt, sko. En ég tengi svolítið því ég var eignast með fyrsta barn. Þú ert með 3, það er pakki. Mér finnst alveg nóg að bara með 1 barn að finna tíma til þess að horfa á bíómynd í dag. Og svo ertu komið með, þú veist, endalaust af seríum á endalaust af streymisveitum og ég bara einhvern veginn með samviskupið að vera ekki að horfa á þetta allt og vera ekki að þú veist, vera up to speed, sko. Svo einhvern veginn færi geðveikan valkvíða hvað ég á að setja í gang og þannig að það er bara erfitt að finna moment í vikuna þess að ég tek bara Die Hard 2 og hendin í gang, skilur. Það eru bara svona luxustími sem þú bara hefur ekki í dag. Já, eiginlega, sko. En eins og með það, eins og bara heima á þér, þegar þú og konan ætla að horfa á eitthvað, er það aðalega þættir? Bara kíkjum það Já, serju? ég myndi segja það. Það er alveg... Fyrir bíómyndir. Já, ég til dæmis búin að vera með á to-do-listanum í nokkur ár að setjast niður með henn og horfa á Interstellar, að ég mig langar á hann horfa á hana. Hefur ekki séð hana? Nei. Og mér finnst hún, eins og ég segi, 90% af henni svo ógeðslega skemmtileg og góð, sko, að mér langar hún að sjá hana. En það er ekki mjög oft. Við förum í bíó saman og það er svona elska ég líka bara bíó út af þessu.
Já, það fóði frið. Já, bara þú veist, þarna getur maður ekkert annað. Ég reyna að fara eins mikið í bíó ég get, af því að þá sé ég bíómyndir og er ekki í símanum á meðan. Ertu í símanum meðan þú ert heima þér að horfa? Þú veist, ég freistast til þess. Ég þolit ekki og þetta er hræðilegur á henni, en það kemur alveg fyrir, sko. En samt, sko, ok, ég er aðeins íkjætt, en ef ég er að horfa einhverja þætti til þess, þá slýsast ég alveg í það, en ég reynir nú að sína bíómyndum þá virðing að vera ekki í símanum, af því að það vátti ég að gera, en bara, þú veist eins og ég segi, þessi símar eru náttúrulega bara, þetta er náttúrulega bara verkfæri djöfulsins og maður þarf að reyna að koma sér út úr þessu einhvern veginn. Ég er búin að kaupa mér Apple Watch, ég ætla að reyna að skila símar alltaf eftir heima og, þú veist, hætta, þú veist, venja mig af þessu, sko. Já, þetta er rosalega, þetta er búin að breyta svakalega mikið maður, því að eins og þú talaði þegar við vorum úlingar eða bara kringum tvítut, þá var ekkert komin svona svaka einhverju snjallsíma. Nei, það var bara, þú veist, athyglisgáfan var bara miklu meira á einhverju einu og þú veist, það er svo ógeðslega mikið offrambóð á dóti núna að maður bara veit ekkert í hvað maður á að líta, sko. En hvernig finnst þér svo þessar streymisveitur? Komið upp að hefða Netflix og Disney Plus og Hulu og Amazon Prime og milljón streymisveitur. Þetta búið að taka við þessum vídeolegum í rauninni sem var í gamla daga. Er þetta svona ekki viss þægindi? Jú, þetta er það þetta og þú veist alveg ástæða fyrir þetta er komið að þetta er miklu þægilegra og þú veist, meira efficient og allt það en það er engin sjarmi yfir þessu og Nei, þú veist, þetta er ekkert skemmtilegt eða, veist, ég veit það ekki, þetta hefur kostað galla en ég fílaði samt miklu meira vesenið að fara út og leiða mig spólu. En ok, þá ef ég spyrja þig, þú getur skipt núna út bara getur fengið bara alla vídeónu aftur en þá missur allir streymisveitunar þú ert með 3 börn og hefur engan tíma og hvað er þú nenni að fara að skila einhvern spólum það er dietiskum. Ok, hvað gerist ef ég vel hitt? Gleymir heimurinn að streymisveitur að vera til eða? Er ég bara að taka það út úr? Þú getur bara að þurrka þær út og bara vídeónar bara hurfaldri, það er bara ennþá gangi nema núna eftir að leigja þá DFT eða Blu-ray kannski. Myndirðu vilja það? Nei, ég veit það ekki, sko. Ég myndi vera að hugsa þetta vel og lengi, sko. Er það? Já. Þú veist, stemningin að fara í sjoppuna og allt sem fylgdi þessu. Það var miklu skemmtilega. Þetta var skemmtilega, en þá er ég bara að pæla, fannst þetta ekki bara skemmtilega? Þú varst tröðt yngri. Kannski, og ég hafði tíma í þetta. Þú hefur alltaf díðan sem horfa á bíómynd í dag. Hvað ætlar að fara líka að skila myndum? Góða múndur. Fara á vídeóleina, þú ætlar ekki að segjum að Interstellar var að koma út. Hefði að leiða hana? Nei, hún er bara þetta í útlegu. Já. Þú lendir ekkert í því í dag að horfa á okkur streymisveitur. Nei, þetta er góða punktur, sko. Ég er ekki að segja ég myndi ákveða að gera þetta, en ég myndi hugsa þetta vel lengi. Þú saknaðist pínu allavega. Já. En það er örugglega eitthvað, þú veist, nostalgíu dæmi sem að kikkar þar inn, sko. Þú veist, að hafa vanist þessu, þú veist, allt sem þú ert alveg uppið er svolítið það sem maður einhvern veginn leitar í síðan, sko. Er ekki líka alltaf talað að við segjum eitthvað, já, 90s myndir eru bestar. Svo þau sem voru 90s, það var bara, nei, 80s myndir voru bestar. Nei, 70s myndir voru bestar. Mögulega, sko. En er einhver að fara að segja að, þú veist, 2000 og eitthvað myndir séu bestar? Já, þú veist, 2010-2020. Ég reyndar að ég hef búin að gera svona áratug þetta sem við tökjum fyrir áratugin og fara yfir myndir og svona uppáhaldsmyndirnar okkar árinu. Og það komið smá óvart frá 2000-2009. Það er ágætis áratugur. Okay. Hann var betur með myndi. En 2010-2019, ekki eins. Nei. En þetta er ennast ekkert af 90s. Nei. En já, þar ertu náttúrulega með Lord of the Rings og Harry Potter myndirnar og allt þetta. Það er einmitt að byrja á þeim tíma, svo ertu líka með svona inn á milli, þú ert með The Prestige, ógeðslega góð. Sem að Nolan gerði mitt, sem ég veist, það er auðvitað uppáhalds Nolan myndi mín fyrir utan Batman. Já, mér finnst hún frábær líka. Það er sem við 2 geðveika leikara. Svo ertu með No Country for... Það gengur svo vel upp líka. Já, þetta er gott plott, en þú ert samt með hjarta. Já, einmitt. Það er hjart í þeirri mynd, þetta snýst ekki bara eitthvað svona höfum bara twist enda og eitthvað. Akkurat. Þannig ég svolítið spennt að sjá hvað gerir mitt næst, Nolan. En eins og svona leikstur eru höfu, áttu eitthvað svona uppáhalds, fyrir utan það Nolan, að hann hljómar ofalega. Já, sko, aftur, þá er ég ekki að fara að telja upp einhverja, sko, ég lendi mjög miklu vandræðum daginn, fórum á kvikmyndahátíðina, í Locarno. Já. Og við vorum þar í aðalkeppninu og Locarno er, sko, mjög listræn hátíð. Já. Þannig við vorum þar svona svolítið eins og bara skrattum söðalegnum, sko. Já. Svo var ákveðinu að því við erum aðalkeppni, það var okkur boðið á svona fancy dinner og ég fór þangað með Ödda og Sveppa og Agli og þar erum við sett á hringborð með öðru krúi sem er að gera líka mynd sem var bara franskt
crew sem var að gera einhverja massa arti mynd og ég setti við sér liðin á leikstjórn og þau eru eitthvað að tala saman, þeir eru náttúrulega skemmtilegir, þeir eru alveg að vefja þeim fingur sér og þeir eru alltaf að hlæja þeim og svona og þau eru að spyrja hvort þeir hafa séð eitthvað og þeir segja, Öddi segist að það er einhver frönsk sería held ég á Netflix eða ekki, sem allir er að fíla í botn, Lupus eða Lupin held ég, já, Lupin, nei ekki séð ég veit hvað það segir. Ég held að allir sé mjög ánægð með að Öddi segist að horta og var að reyna svona impressa þig og þau bara, oh my god, það er svo lélegt og svo spurði konan við hliðin á mér, spurði mig, so who are your favorite French directors? Og mér datt ekki einu sinni í hug Luc Besson, sko, það er einu sem ég myndi dætt í hug í dag og ég bara einhvern veginn ráðnaði bara og reyndi einhvern veginn að koma mér út úr þessu samtali, sko, fara að snúa mér einhverju öðru, en ég er þar, skilur mig. En ok, þú veit að spurning leikstjóra. Bara svona sem þú fílar? Já. Þú talar Cameron, er hann ólega hér? Já, eins og ég segi, mér finnst mjög töff hvernig hann fer bara go big or go home. Hann nennir ekki neinu nema að hann sé að gera bara the greatest movie ever, sko. Sem og hann góður, já, og hann góður í því. Veist, þær eru allar góðar. Hann er búin að gera ekkert margar, en þær eru allar góðar. Þannig að það er töff. Svo finnst mér Martin Scorsese geðveikur og hann er ekkert að hætta því neitt, sko, þannig, en þú veist, það er bara að gera alls konar myndir og þær eru bara alltaf ógeðslega góðar. Hann er ótrúlega kallið með þér. Já. En hann var frekar gamall. Já, mér enda leiddist yfir nýjustu Irishman. Já, fannst þú nú leiðilega? Eiginlega, sko. Já, það? Fannst þú nú kjentlega? Ég fíla hana. Þú veist, það er hægt að sökku inn í hana, en ég átti bara erfitt með hana, þú veist, ég horfði á hana í einhverjum bútum og svo bara þessi tæknabrellur þarna og það, ég bara svona... Það er enda ekki gott. Nei, hún áður mér ekki alveg, en mér finnst hann alveg fáránlega góður. Og svo er hann Edgar Wright, er ekki farið rétt með. Jú. Hot Fuzz-gaurinn og... Já, ég verð náttúrulega, sko, hann er sá sem ég svona, þú veist, tala oft eins og þegar við erum á þessum hátíðum og spurður út í eitthvað influensa, því að hann er svona kvikmyndagerðarmaður, svona modern kvikmyndagerðarmaður sem ég tengi svolítið við, því að mér finnst hann vera að hugsa í, þú veist, bíti við tónlist og klippið er og hugsað í gegn og það er svona smá stælar í kvikmyndagerðinni, þannig að hann er að gera grínmyndir en samt ógeðslega visual og flottar, sko. Já. Og ég held að þetta sé svona stíl sem að hendi mér ágætlega, ég þú veist, að því ég klippari, sko, og klippi eiginlega allt sem ég geri við tónlist og hljóðeffekta, skilur það er svona partur af hönnuninni alltaf af senunum eða auglýsingunum sem ég geri og ég er svona eins og til dæmis Baby Driver sem hann gerði, hún er öll bara klippt fyrirfram miðað við einhverja tónlist sem hann er búin að velja og það er allt klippt í takt og þetta var ógeðslega flott og alla myndirnar hans eru með einhverju svona X-faktor flair, svona visual kvikmyndagerðar klippi, svona einhverju svona teiki sem töff, finnst mér, mjög flott. Ég veit ekki, svo getur maður bara talið upp endalaust, þú veist, ég meina, ég fíla Quentin Tarantino myndirnar í botn, mér veist, hann bara algjör snillingur. Ertu búin að sjá flestar myndirnar sem hann hefur gert? Já, ég held að ég búin að sjá allar. Hvernig fannst þér Once Upon a Time in Hollywood? Ég er ánægð með hana, sko. Að þér fannst hún góð? Já, mér fannst það. Þér fannst þú leiðileg. Sko. Mér fannst þú leiðileg. Hún er ekki jafn grípandi og flestara myndunum hans og maður þarf meiri þolinmæði og maður þarf einhvern veginn að setja sig í einhverjar svona Tarantino stellingar fyrir hana. Mér varst það samt ógeðslega áhugaverð og þú veist, ógeðslega flott og ég hafði ógeðslega gaman að henni, þú veist, mér leiddist ekki á henni en hún var samt, það er ekki þetta sama flæði, hún greip mann ekki, húkka mann ekki sem ekki inn, svo náttúrulega loka senan geðveik, sko. Geðveik, sammála því. Og eitthvað, ég veit ekki, þannig ég var meira hrifin að henni en ekki, en ég skil alveg hvað það fara samt, sko. Ég skil alveg þá sem að... Fíla hann ekki. Já. Ég er nefnilega líka þess að þegar ég horfði á hana, því ég horfði á hana aftur, ég er búin að sjá hana tvisvar. Og ég hugsa mér, ok, núna, þegar stundum horfum á einhverja mynd og hún er kannski öðru sem ég helst, svo horfum á hana aftur og bara, já, ok, þetta er betri mynd en með myndi eða eitthvað. En ég samt horfði á hana og ég var bara, djöfull þetta er ekki að ná mér, sko. Nei, hún er náttúrulega öll í einhverjum svona skrýtnum bútum og er alveg svona, það er ekkert flæði inni og eitthvað. En kannski er maður bara meðvirkur, sko. Tarantino meðvirkur. Já, þú meina það? Ég held að það gæti alveg verið. En ég allavega, þú veist, ég kom alveg sáttur út af henni, sko. Hver er besta myndin hans? Eða þín uppáhalds? Besta myndin hans?
Er þetta ekki contenderarnir hljóta að vera Pulp Fiction og sko Kill Bill, hvort þú vilt taka það sem saman eða 1 eða 2, Tökum við sem eina. Ég er hrifnar að 2 samt ef þú ætlar að fara að velja á milli. Þú ert hrifnar að 2? Já, heilega. En tökum við sem eina, af því að mér finnst það að vera eiginlega algjörn meistarverk, sko, Kill Bill. Sammála. Og getur nú við, svo erum við Reservoir Dogs og Django, Inglourious Basterds. Já, sko, Inglourious Basterds. Það er eitt í henni sem pirrar mig svo óendarlega, ég get ekki setta nánu lista. Í Bastards? Já. Hvað er það? Það er senan þegar þeir eru búin að handtaka þarna nasistan og snemma í myndinni og þeir eru að kynna til leiks, hvað heitir hann hérna karakterinn, The Bear eða eitthvað. Já, ertu að tala sem Eli Roth leikur. Og það er það sem pirrar mig, af því að svo er einhver sena geðveitt tensjón og þú veist, hann er að berja frá, kemur einhvern hljóð og sér bara svona svart inn í einhver göngmanstu. Já. Og þú veist bara svona býða alveg í svona mínúti eftir í hvað er sem kemur að út, sko, og byggja upp hérna ímyndina af þessum karakter ógeðslega lengi. Já. Svo kemur bara Eli Roth út þarna og hagandi sér eins og eitthvað fíbl og mér finnst það svo ógeðslega mikið lett á hann og ég bjóst við eitthvað svo miklu meira djúsi að það eiginlega er svolítið part af þeirri mynd fyrir mér að hann skildi vera þessi og svo pirraði hann með restina myndinni, sko. Er það bara því að finnst það ekki góðu leikari? Ég veit ekki hvað það er, það var bara eitthvað við, þú veist, það var eitthvað við þetta sem að ég meika ekki. Ég hefði viljað sjá einhvern svona miklu meira djúsi, svona Tarantino kast þarna, skilur eitthvað svalari karakter sem að hefði gefið mér eitthvað meira. Í staðan bara því að þetta er náttúrulega vinur hans. Já, akkurat, sem að maður svona hefur tilfinningur að sé bara alveg deyjan svo sáttur að fá þetta hlutverk að var leik í myndinni, sko. En þú veist, ég meika það ekki, en mér finnst þessi mynd samt frábær og ógeðslega skemmtileg og upphafssenan er bara algjört rugl, sko. Þú veist, bara að ná einhvern veginn þessu tensjón í einhverju, hvað er þetta, 25 mínúna samtalssena. Það er frekar langt, sko, ég man ekki hvað langt. Þú veist, og hann er líka bara svona, hann er svo mikið X-faktor, þú veist, þetta er bara svo geðveikur kvikmynd að gera maður. En hvað er það sem gera hann svona góða? Þú er pælt í því? Stakkur hann svona góðu penni? Þú veist, ég veit það ekki, sko. Það er náttúrulega, þú veist, þetta er svona gaur sem að er, nú eins og ég er að segja, búin að segja nokkur sem maður skammast mér fyrir að vera ekki meiri kvikmyndagera, áhuga maður en ég er, sko, hann er the opposite, hann náttúrulega er bara búin að sjá örugglega allt sem hægt er að sjá, þannig að hann er bara ógeðslega vel að sér, svo er hann eitthvað svona sérstakt talent þegar það kemur að, maður heyrið bara þegar hann talar og svona, þetta er bara sniðu náungi og bara, þú veist, hefur eitthvað tilfinningu fyrir þessu, þekkir kvikmyndaformið inn og út, hann getur brotið að líka og eitthvað svona. Þú veist, ég til dæmis fílaði mjög Death Proof mörguleiti ógeðslega skemmt eða svona geðvægt áhugaverð mynd, sko. Þó að hún sé ekkert endilega eina af hans hæsta ranguð, þá bara svona það er eitthvað við svona attitútið í þessu og bara klippa myndin í tvennt sem er líka grjóthart fyrir mér og bara byrja upp á nýrri mynd, þú veist, í miðri mynd og eitthvað svona. Þetta er svo mikið, þetta er svona skemmtilega öðruvísi. Það er enginn eins og hann? Nei, einmitt, og hann hefur það, sko. En ég til dæmis, leikstjórun við hliðina með franski leikstjórun, henni varst hann ömurlegur. Það er bara glata. Já, ok, það hljómar eins og þetta krú og ég til dæmis, við erum örgulega ekki margt sammeila. Nei, og við vorum alveg þar líka, sko. Nema þeir náðu einhvern veginn að slá ríki augun á það þegar þeir voru svo skemmtilegir, sko. Ég var bara í vesinni að við hliðina á leikstjórun. En þú ert líka að skrifa? Já. Þú skrifa, er það ekki líka, varst einn af þessi skrifa handrit að Lillögunni? Jú, ég er sko, ég held ég sé fínn í svona struktúr og að svona halda hlutunum saman og að einhvern veginn, þú veist, koma með réttu mómentin í söguna og svona, þú veist, sögur eru leikja ágætlega fyrir mér en ég þarf aðstóð í svona í samtöl og einhvern veginn, ég held ég myndi ekki geta skrifa handrit einn, sko. Var þetta þá svona verkaskipting einhver leiti? Varst þú eitthvað sem sjá meir þessa hlið og annar var með? Þetta var þannig að fyrir 10 ára síðan þegar við ákvaðum að skrifa handritið að þessu ég og Ötu og Egill, þá sátum við heilt sumar og teiknuðum upp bara söguna, beinagrindina, þá voru bara með, ok, þetta atriði fyrst og svo þetta og svo þetta, vorum alveg komin með, þú veist, bara 3 ökt sem að voru bara beigðu upp nákvæmlega eftir handritabókina Sitfield sem ég var nýbúin að lesa þá screenplay, veistu hvað bók það er? Það er svona biblían í þessu. Já. Þetta er frekar góðan bók, eða ekki? Jú, en hún hafi verið uppdateuð og það er þetta bara með post-it miða, 12 post-it miða í akt 1, 24 í akt 2 og 12 í akt 3 og svo skrifar bara miðana bara, þú veist, bílættingarleikur, kynning, þú veist þetta, skilur og þannig bara teiknuðu upp myndina og
síðan var það orðið að 20 blaði sína vörðskjali eða eitthvað, ég var búin að setja smá kjöt á beinin á því og við tókum það og hérna bara sem gerir sveppamyndirnar og sveppi tóku eitt svona ránd á því og komu því úr þessu 20 blaði sína formi yfir í svona draft bara að handriti og þar stoppaði það í, 8 ára eða eitthvað, það draft var til og það með þess að fari með henni í kvikmyndasjóðin, það var alls ekki nógu gott sko og fekk neitun eðlilega Þú varst ekki eins og sáttu með það, þannig sé? Nei, ég var búin að sjá það og lesa það og það var bara svona, já ok, ég þarf alveg að við þurfum alveg að setjast niður og bara vinna hellingi í þessu og svo bara stoppaði það þar og ég var farin út í atvinnumennsku, það voru einhverju sem reyndu held ég að fara með þetta inn meðan ég var úti og það var alveg nokkur sem voru að reyna að gera þessa mynda meðan ég var í fótbolta, ég fór svo til 6 ári atvinnumennsku til þess að koma þér eins inn í málið. Já, ég vissi það þú verður að spila úti. Og 2013 fór ég út og við vorum að gera þetta svona 2011-12 og svo var þetta bara svona skilið eftir. Og á meðan ég var úti þá hélt ég bara að þetta er annað gert eða þeir eru bara orðnir, búnir þegar ég kemur tilbaka, bara hespins. En það er svona auðvitað þau. Já, en þeir náðu að halda sér á floti. Og ok, þannig að þegar við ákvæðum þetta aftur 2019-20 að byrja á sig, þá erum við bara með þetta draftana gamla og þá ákveðum við í samráði við Lilju og Pegasus að setjast yfir þetta og bara skrifa hana almennilega. Þá settist ég og Sveppi og Nína sem er handritshöfundur sem að vinna mikið með Pegasus niður og bara byrjum bara að brjóta þetta niður. Við bara byrjum upp á nýtt í rauninni á þessu, senu fyrir senu dæmi og við hittumst bara 3 viku, bara marga klukkutíma á dag og bara vorum bara í alveg svona bara hardcore vinnu við að búa til, gera þetta, bara skrifa þetta på nýtt. Hversu mikið hugsaður budget þú varst að skrifa? Ekkert þarna fyrst fyrir 10 árum. Þá settum við allt sem að okkur datt í hug. Og hefði það verið crazy mynd? 20 sprengingar? Nei, hún er ekkert svo langt frá, sko. Hún er alveg, það datt út bátaeltingarleikur sem að byrjaði í Sundahöfn og fór út yfir allan tangana enda í Nauthólsvík, það sem að þeir hefðu komið fram hjá einhverju sundfólki og þar sprakk eitt bátur og sprakk eitthvað annað og eitthvað. Það var bara í Leinlögnum 2? Já, nú er ég að klaga, sko. En og svo var einhver skemmtistaður sem þeir fóru inn á alveg fullur af fólki og fóru ofan í eitthvað, þar var eitthvað underground rottuhlaup sem að það var einhver svona sem var að stjórna því, var svona yfir sem að var einhver svona, var með einhver vísbendingu sem það vantaði, það var bara liljalæst, það var bara út með þetta, það var svona 4 dagar í tökum og 1000 statistar og location og eitthvað, þannig að það voru svona einhver svona hlutir sem að voru þá, en síðan þurfti bara að uppdata allt grínið og allt, það var alveg fullt sem að var bara, og það var bara ekki, alls ekki tilbúið, sagan var ekki reddi og það vantaði allt hjarta í hana og það var það sem að hún, Nína handritshöfundur kom mjög sterk inn, sko, hún er góð í þessu líka, þannig við vorum bara fínt teimi og náðum að búa, finnst mér til svona, náðum að búa til eitthvað svona mynd úr þessu, þetta hefði alveg verið mjög auðvelt að gera þetta að svona tegðum bara grínsketsi. Já, ég skil. Og sérstaklega við hefum ekki farið í þetta tvist svona með aðal karakterinn sem að er illa við að vera að spoila mikið en það er svo sem er verst geymda lindamáli varandi þessa mynd, sko, hvar Er þetta að hann sé samkynhneigður? Já, við erum að tala um það. Já, hefur það ekki alltaf verið vita? Ég samt ekki, sko. Það er alveg fólk sem sér hann úti sem er bara svona, ég hef lesið gagnrýni þess að bara, ég ætla bara vona engin spoili, því sem að þetta snýst og eitthvað svona. Já, ég skil við. Ég vil alltaf segja, sko, að þetta sé mynd ofurlöku í baráttu sjálfan sig. Þetta sé ekki, ég vil helst ekki segja það í beinum orðum að þú helst aðeins ef þú veist ekki. Já, ég skilji. Ég náttúrulega sá trailinu á sín tíma og þá náttúrulega er í honum, þá gerði ég ráð fyrir að það er í þessa líka. Algjörlega, en það er ekkert allir sem hafa séð hann og það er ekkert allir sem vita nákvæmlega hvað er farið svona djúpt í þetta, en hvert var ég aftur að fara með þetta, hvað ætla ég að segja þig? Sorry, trúblaði, Nína var að Nína kom í hjarta inn í þetta og sagan og allt þetta. Það hefur svo auðvitað að gera þetta væri bara svona tegðanskets, og líka hefðu við ekki farið í það að karakterin væri í þessari dilemmu, þá hefur þetta bara verið þeir eitthvað í einhverju actionmynd í slow motion og eitthvað, það hefur bara verið pirrandi held ég, sko. Þetta myndi verður, við erum taka meiri séns með þessu, hún verður meira vulnerable og það er meira svona, þeir eru ógeðslega macho en svo er þeir líka í geðu vesinu með sjálfan sig og svona veit ekki alveg hvað er standa og það gefur þessu einhvern veginn svona, ég veit það ekki, allt mannlegra og þú komið með einhverju sögu sem og þetta er náttúrulega líka ástæðan fyrir því að hún er að
færiðast lengra, það er definitely út af þessu sko. Já, það er eitthvað svona meira innihald heldur en bara svona þetta basic. Já, því við erum alltaf að taka þessar stereotypur, alveg svona, þú veist, mestu macho stereotypur sem þú finnur og snú upp að það er með þessu svona modern take á þær og það er, þú veist, að hitta mjög vel í mark og svona, þú veist, í allir þessari umræðu, þú veist, eitra kallmennsku og allt það, þá er þetta alveg svona skemmtilegt svona twist á það, í rauninni. Já, twist og svona smá svona, einhvern veginn, hvað ég segja, svona innlegg í það, þá umræðu alla. Ég er nefnilega, þegar ég sá trailerinn, sko, fyrir 10, er hann ekki akkur 10 ára gamall? 2011, jú. 2011, já. Ég maður þegar ég sá hann, sín tíma. Ég var búin að segja þetta við bæði Vivian og Lilju. Okkur enginn að gera þessa mynd. Já. Mér langar að sjá þessa mynd. Og ég vil ekkert vera drull yfir aðra íslenska myndir. Því við höfum inn á milli hóli fengið svona einhverja genremyndir, eins og Svartur og leik og svona, og sem ég var skemmtileg bara svona grimmamynd. Já. En ég bara eitthvað, já, 90s, eitthvað hasar, eitthvað lögga í Reykjavík með byssu, ekki að taka svo alvarlega. Og ég var svo glaður, bara yes, þeir eru að gera lillöguna. Já, gaman að heyra. Að ég er alveg sammálaðir, ég meina, og ég heyr alveg, við erum alveg oft alveg sammálað, sko, þannig að greinlega svipaðan smekk, því mér fannst myndin mjög skemmt, bara, ég er búin að segja þetta við, en mér fannst það mjög skemmtileg. Takk fyrir það. Og segja líka bara núna í þættinum. Fólk hefur spurt mig, er þetta góð mynd? Og ég segi alveg að það er tvennt. Fílar 90s löggumyndir, hasamyndir. Ef það er check, já. Fílar að auðvitað á þá, finnst þið þeirra húmor skemmtilegur. Ef það er líka já, þá mjög líklega finnst þessi mynd skemmtileg. Já, þá er það pottitt. Já, ég er nokkuð skotalt. En það er sko, það er alveg, ég hef svona alveg líka heyrt svona, þeir sem eru kannski ekki alveg að hlusta á þættinni þeirra og eitthvað, þú veist, á hverjum degi er kannski ekki einhverju svona stærsta þetta, sem að samt einhvern veginn mæta og myndin kemur þeim óvart, sko, finnst hún skemmtileg bara sem mynd, sko, sem að er líka rosalega trós, að því að þetta er, og það var líka það sem að var kannski tilgangur með þess að var að þetta væri ekki bara, þú veist, FM 95 blöð, þú veist, mynd, skiluru og þeirra svona fanbase kemur og segja hana og engin annar, sko, þú veist, þetta, mér finnst þú okkur að hafa tekist að svona aðeins að búa til stærri heim heldur en það og búa til svona mynd sem að, þú veist, þeir eru, skiluru, þekktir og hafa, þú veist, sinn aðdánda hóp. Já, aðdánda hóp og sinn feril og svona, en þú veist, en við erum að nota það en síðan er þetta, þú veist, stærri heimur heldur en það, sko, þannig að ég held að við höfum alveg náða aðeins að stekka það, sko. Ég get alveg sagt það bara, og þetta er mjög stórt hrós að fá núna. Mamma mín, allar hún í bíó, og ekki það, mamma er alveg gana bíómyndum, en henni finnst ekkert saklega gana fyrir bíó. Nei. Ég held að séu 7 ár síðan hún fór síðast í bíó, ef ekki lengur síðan. Frábært hrós. Og hún sagði, ég og pabbi er alltaf með bíó. Ég held, hvað ætla að sjá? Leinlöguna. Ég alveg. Þetta er nefnilega sem að maður er að heyra, sko, að það er fólk er forviti, sko. Fólk er langar að sjá hvað það snýst. Þetta er nýtt. Já. Sérstaklega í Íslandi. Akkurat. Og þarna ég er alveg sammálaður að ég vil heldur ekki fara að taka, sko, að því mér finnst þetta vanta fleiri skemmtilegar myndir, eða svona, hvað ég segja, skemmtilegar. Já, ég skil hvað þau, svona afþreyingarmyndir. Já, afþreyingarmyndir og þá vil ég alls ekki tala niður þessum að því það hafa alveg verið gerðar margar. Ég meina, mér stilum með Spalti hafa verið að svona, hann að mörguleiti opnaði dyrnar eins og með Mýrinni og þú veist, þú gerði Eyðin sem er svona bara velhefnaða thriller sem að heldur manni og bara svona búin að vera að koma með svolítið þetta til Ísland sem ég fannst að Reykjavík Rotterdam gerir þetta mjög vel sem að er bara svona krimmamynd. Já, bara sem að, þú veist, þar fannst mér að gera það svo vel að mixa, sko, notuð það sem hægt var að nota við íslenskar aðstæður, en þú getur ekki verið með byssur og eitthvað hér, en þá var farið til Rotterdam og þar varstu með vondan glæbón með byssu og þú veist, náður að búið til sprengingu og eitthvað þar og svo ertu bara með svona persónuleg tension milli aðalpersónunar og vonda og þú veist, og spenntur yfir því lokin hana, mér veist, ég ná einhvern veginn að sameina allt sem hún getur nota á Íslandi og svo einhvern veginn til að búa til bara góða aksjón, svona eiginlega spennumynd, sko. Og þannig að þetta hefur alveg verið gert og Marta og Bjarnfreðarsson og ef þú horfir á hana lista yfir, þú veist, aðsóknarmestu myndirnar, það er þetta, þú veist, Mýrin, Bjarnfreðarsson, Svartur og leik, Leynilöggan vonandi endarar. Vonandi. Já, og þú veist, en þetta þessar myndir, Eiðurinn og hérna, svo Baldvin Seta líka að gera, sko, hann er svona fara millivegin, hann er að gera fáránlega svona góðar dramamyndir sem eru svona líka crowdpleaserar, sko, þú veist, það hólkast alveg fólk í bíó á myndirnar hans, en það líka myndir sem á svona virkilega, þú veist, það er ekki alveg sama,
þú veist, að því að þessi klísjan þessar íslensku bíómyndir sem það er alltaf sveitabærinn og allt þetta, sko. En hann er ekki þar, en hann samt að gera svona gæðastöf, sko, sem að nær manni. Ég meina, hann eins og vonastrætti til dæmis, já, eftir að sjá Blómur að falla, við langar að sjá hann reyndar, en það er oft bara því miður erfitt að nálgast líka bara íslenska myndir. Og með vonastrætti, mér fannst hún frábær. Mér líka, mér er svona ógeðslega velhefnið. Ótrúlega flott mynd, ég man þegar ég horfði á hann, ég hugsaði mér, vá, bara það myndi að búin, þá hugsaði ég aldrei að ég var að horfa á íslenska mynd. Nei, það er einhvern veginn eins og þessi einhver mælikvarði alltaf, sko. Já, það fólk sé alltaf ekki með íslenska fyrirvaran, sko. Já, nákvæmlega, en í dag, ég meina, kvikmyndagerðarmenn á Íslandi eru orðnir svona færir. Og mér varst bara því að horfa á hann, ég bara, vá, bara virkilega solid drammynd. Baldur náttúrulega gera núna Svörtu Sanda sem sería, sem svona á að vera krimmasería, ég er spenntur að sjá hana, því hann er meiri dramagur og ég er ekkert að gera lítur því, það er bara svolítið hann. Kannski hann eitthvað að brjótast út í því formi með Svörtu Söndum, en mér varst bara vant eins og þú talar Mýrina, Eiðin, þær í þyngri kantinum. Já, einmitt. Skilur við. Svo fyrir ég á eins og Leynlöguna, það er meira bara svona, hei, höfum gaman. Já, og ef við erum farið svoleiðis átt, þá er það náttúrulega bara gat sem er búið að vera lengi bara síðan, bara Stelli Orlofi og Löggulíf og Sódóma Reykjavík og allt þetta, þú veist, þessa myndir eiginlega ekki gerða lengur. Jú, Bjarn Freyðarsson var gerða því að hún var náttúrulega bara kemur í kjölfarið á rosa vinsælum seríum, en þú veist, það er ekkit, þetta er einhver ára, það eru lengur móðgæður ef að maður skuli ekki muni eftir myndunum, en svona, mér finnst allavega eins og, þú veist, það er ekkit svona, það er ekki, mikið af áberandi myndum sem hafa verið gerðar svona síðustu ár sem hafa verið svona grínmyndir, skilur. Síðasta Veiðiferðin, það er til dæmis frábært, hvað ég segja, framtak, nei, þú veist, það er bara mynd sem að, þú veist, hún hefur engan styrk, gerð bara svona, það er svona ákveðið konsept, það sem að bara farið í nokkra daga á myndin skotun, það er bara með handrið sem er greinlega búið að vanda eins og bara búið að setja mikið í og hún fekk fullt af fólki í bíó, bara í miðju COVID, sko. Algjörlega. Og það, veist, það sýnir bara hvað, það er skortur, það er bara markaður fyrir þessu. Og svo líka kom Saumaklúbburinn. Já, í framhaldi. Ég sá hann ekki, en hún fekk fína aðsókn. En þetta samt sýnir, sko, mér finnst, núna maður aðeins að rýna í þessar sölutölur og svona sem er að koma inn í tengslum við þetta. Og þú veist, ég held að tekjuhæstu íslensku myndir allar tíma eru kannski taka inn, þú veist, 90 milljónir eða eitthvað. En íslensku mynd kostar kannski 300. Þannig að þetta sýnir maður bara hvað reikningsdæmi gengur aldrei upp, sama hvað myndið verður vinsæl. Þannig að við erum algjörlega háð styrkjum til þess að geta gert, þú veist, svona myndir. Það er ekkert þó að Leynilögga, við vissum hún í vinsæli bíó, það er ekkert sem við getum stóla á. Og þú veist, það er kannski, það er einhverju 20 milljónir sem kannski kom inn, en þú getur ekki reiknað með því þegar þú ert að gera myndir á 200-300 milljónir, sko. Þannig að þú þarft þetta og þannig að það er vonandi að svona, að einhvern veginn hvað ég segja, það verði aðeins, þú veist, meira þetta, ég meina bara grínmynd með Steinda eða með Júlíönu og þeim sem er að gera venjulegt fólk eða eitthvað svona, aðeins meira af einhverju svona. Mér finnst líka vanta, það sem mér finnst líka einkenna Leynilögguna, það er ekki bara á þessi svona grínhasamynd, það var hæp baka hana. Já. Það finnst mér líka að vanta svolítið í íslenskar kvikmyndir, því ég maður þar Svart og leik kom út, það var svolítið hæp baka hana líka. Og hún svolítið stóð undir væntingum. Bara hún var bara, já, þetta er bara virkilega solid krimmamynd. Ég var það mjóna með hana. Og þegar Leynilöggi kemur, og þið gefur þennan trailer og maður sér eitthvað, það fyrir flugvél Reykjavík skilti og maður bara, yes, þetta er geðveikt. Það er greinilegt að leiksturinn, þú í þessu tilviki, þú þarf að fatta, ok, þú veist alveg hvað mynd þú vil gera. Fólk var að fíla þetta. Svo er þetta með auðvitað á það, þeir eru með sinna aðdóndahóp, Steind og þeir. Blanda þessu svolítið saman, þið fara á þess að kvikmyndhátíðir, fær góð review þar, það myndaðist, ég fann það bara, það myndaðist hæp. Og þegar ég fór á þessa sýningu, Lilja var svo almennilega að bjóða mér á forsýninguna, ég fann það bara, fólk var spennt og mér finnst bara svo langt síðan það var fyrir íslenska mynd. Og ég skynjaði það líka og takk fyrir það, ég er alveg sammála, þetta hafði svona momentum og ég held að þú veist, þetta byrjaði á því að ég mitt að sjá myndefni sem að var mjög mikið stemning fyrir að sjá, þú veist, þetta er eitthvað sem þú hefur ekki séð, Reykjavík í þessum búningi út af því að, náttúrulega, fyrsta lagi meikar ekkert sens, það er eiginlega ekkert að réttlæta að gera svona mynd á Íslandi, en ef þú ferð með henni þennan búning, þá er ekkert mál, sko, þá er það bara því stærri sem þú ferð því fyndnari verður hún eins flottar í leiðinni, þannig að þetta virkar á báðum levelum, sko.
þannig að það er ekkert hægt að gera margar svona, skilurðu, myndir á Íslandi, þú þarft einhvern veginn svolítið að binda við innan veruleika sem að við erum í og svona, en það breytir því ekki að þessi mynd held ég að hafi bara verið svolítið þakklátt, sko, þú veist, og bara verið eitthvað sem að fólk var bara spennt að sjá, sko. Ég fann það bara sem, ég kom alltaf ekkert nála þessar mynd, en ég fann það bara sem áhugamaður, bara já, fólk spennt að sjá hana. Það voru margir sem voru að spurja mig bara, persónulega, bara fjölskyldumeðlimir, bara eitthvað leynilega, hvað, er þetta ekki eitthvað spennandi? Er þetta ekki eitthvað, án var sín? Já, já. Ég sagði, ég alltaf til í íslenska bíómyndir sem vil mig taka kannski smá sjensa, en ég hugsaði líka að það myndi á búin, á tvennt ég hugsaði, eða þrennt, fannst það mjög skemmtileg, skemmt mig alltaf tíman, og nú 2 var bara eitthvað svona, ég hef verið til að sjá hana með meira budget. Já, einmitt. Þetta er svona þessli mynd, það eru byssubardar og stakksmatur og það eru sprengingar og hasarætri, að ég var bara eitthvað, vá, ég var til að sjá hvað Hannes getur gert með kannski, þó var ekki bara 3 meira budget. 3 meira budget, það hefði þýtt að við værum á standard budgeti með fullstyrta mynd, skilur. Við tókum þessa mynd á 20 dögum, Baldvin Seta tók Lóð mér að falla á held ég 38 dögum, helmingi meira, og það er samt sko, og það er frábær mynd, skilur, en það er svona... Það er drama. Já, það er bara fólk tala saman, bóða mikið. Þannig að það er svona að mörguleiti, ég þori ekki að segja einfaldara, en skilur Nei, þetta er öðruvísi. Þú veist hvað ég meina, Baldvin veit hvað ég meina líka. Já, hann er pottitt sammála. Þannig að þetta er ekki, þetta var ógeðislega erfitt að draga þó þetta stóra mynd út úr því sem við höfðum, skilur. Og þar kemur bara inn fyrsta lagi, þú veist, bara, þetta var rosalega tímaeffort, fólk var að gefa meira í myndina heldur en það var að fá borga fyrir, þú veist, það voru allir rosa til í að, þú fannst okkur gaman að gera þessa mynd og bara maður fann það á settinu og þú veist, ég fekk eitt besta hrós sem ég hef fengið lengi, þess að einn maður sem heitir Otto, sem var alveg snillingur sem vann í leikmyndinni, kom til mér einn daginn og sagði bara, það væri bara búið að endur vekja ánægjans á því að vinna í kvikmyndagerð, að vinna í þessari mynd. Hann var bara komin í kulnun og fannst þetta bara leiðilegt og vildi bara gera eitthvað annað, en þarna bara svona kveiktan í öllu, hann fannst þetta bara geðveikt og hann var bara aftur komin í stuð að gera bíó. Það er geggjað maður. Algjörlega. Og þetta var feelingurinn, það var svo mikið skemmtilegu fólki að vinna í þessu, veist, mikið að grínustum og svona og skemmtilegum leikurum og það var bara, og svo voru að gera skemmtilega hluti, þannig að þetta var bara stemning. En þetta var ógeðslega erfitt og við höfum enga veginn efna á þessu og síðan er þetta bara einhver útsjónasemi með, þú veist, var þetta tökustæði, klippingu, tónlist, tæknibrellur eða, þú veist, allt þetta, það er bara, þegar við höfum ekki efna á neinu, basically, skilur við, þannig að, en sumt er hægt að gera á Íslandi sem lítur út alveg eins á Íslandi eins og í Hollywood, það er bara, þú veist, að taka í dagsbirtu og það er bara 2 personur að slást úti undir berum himni, það er alveg eins bara með eina kameru í Hollywood og í Reykjavík, ég skilji. Við höfum ekki efna á næstu neinu sem þið hafa aðnúti, en við getum látið 3 gaur að hlaupa í bílahjallara og bara ef þú lætur að æfa sig að slást og klippir að rétt og setur réttu tónlistin undir, þá virkar atriði stórt, skilurðu, en það kostar ekkert mikið. En við höfum ekki efna að byggja neinn sett eða gera neitt, en þetta er bara sama þegar við gert út í Hollywood, hefðu við ætlað að gera svona senu þar, þá hefðu við farið og fundið bílahjallara, látið æfa sig og gert þetta og sett tónlistundur og klift þetta. En eins og með það til dæmis. Sumt var hægt að matsa, skilur. Ég skil þú getur kannski gert sumt svona á Íslandi sem er líka í þessum Hollywoodmyndum. En ef við tökum bara John Wick sem dæmi, mér finnst það að vera í dag bara svona premium hasamynd, sérstaklega upp á hasaratriðin, svo vel útfært, svo vel gert. En þú veist, maður er ekki að hugsa með sér, ok, ef þú ætlar að gera John Wick hasar í leinlökunni, það þarf að koreografa þetta, það þarf að æfa þetta er svo löng atrið. Það er skemmtilegt að minnist á þetta, út af því að John Wick atriðin eru það sem ég sendi á Jón Viðar sem að hjálpa okkur með, með stöndin, en munurinn á okkur og hann hannaði ógeðslega skemmtilega senur, þú veist, hann hannaði þegar þeir leggja stað, hann er að fara í loka atrið í Vestmiðinni, það sem er klæmaksið í myndinni, sko. Þar eru nokkur svona moment það sem að, þú veist, gæinn, hann skýtur hann, dettur hann, skýtur hann í hausinn, skýtur gæinn næsta við hliðina á honum. Ég tók eftir því. Akkurat, og svo skýtur hann hennar, kemur ykkur annar upp, hann dettur niður og eitthvað svona. Það eru svona traces af John Wick, en þetta eru samt bara svona 5-6 skiluru skot eða dráp eða eitthvað versus svona 70 í hinni myndin og svo sérna kannski
8 mínútur eða eitthvað, á meðan okkar var 40 sekundur. Þannig að þetta er alveg rétt hjá þér að þarna, gátum við bara ekki meir. Við höfum bara brot úr degi til þess að taka þessa senu upp, skilur við. Það er bara ekki tíma. Nei, engan tíma. Við vorum bara að æfa þetta, því ég get sýnt þér þessa senu, klifta og execúta alveg bara í, það sem að menn eru bara í úlpum, bara á sama tökustæðin, nákvæmlega skotin, allt eins, bara aðri leikarar og stöndgæðinir og allir. Þannig við vorum búin að æfa þetta vel, að því að við höfum bara engan tíma til að skjóta þetta. Við höfum bara ákveða, við ætlum að gera þetta svona og það er bara engin önnur leið að gera þetta. Það er þegar vinklarnir og þetta var bara svona eins og dans sem var búið að ákveða alveg fyrirfram hvernig er því. Svo var það því bara nelt í gegn á staðnum, en það er að gera svona elaborate senu eins og bara eins og í þessum John Wick myndum, það tekur þig kannski 2 vikur að skjóta það. Nákvæmlega. Þeir hafa þann luxus, kosta alltaf miklu meira, þið hafið bara ekki tíma að budget í að gera svona við atrið. Akkurat, við höfum kannski 4 klukkutíma til þess að gera þessa senu, bara klæmaks í myndinni sem er 1,5 mínúna shootout, sko. Eða eitthvað, þetta var bara eitthvað svoleiðis. Svo fá þeir kannski 4 vikur til þess að gera þetta í einhverjum erlendum. Já, algjörlega. Svo var ég með einn, svo Sævar Guðmundsson leikstjóri sem ég hef unnið svolítið með í auglýsingum. Ég fekk svona kreista það út og budgetinu, hann yrði með aðra kameru á stærstu dögunum. Já, það er þessi sena sem ég var að segja frá og svo var hinn í bankanum sem var önnur svona sem hann náði aðeins að hanna með okkur, hann Jón Viðar. Og skemmtileg. Já, takk fyrir það. Það sem að það er eitthvað hoppa á bak og skoti og svo næsti þarna og það var reyndar eina senan sem að ég hafði almennilegan tíma að gera og þetta var síðasti tökudagurinn og skemmtilegasti tökudagurinn að því að við þurftum ekki að vera á 5 stöðum í einu eða bara einhvern veginn, það var bara svona loksins fekk í smá bríðir, við vorum á sama staðnum. Þú kannski stundar eins? Já, það var ekki þannig að laðast að í daginn og eftir 2 klukkutíma væri komin eftir áætlun eins og alla hinna dagana og ég þurfti að hugsa það bara nýtt, hvernig ger ég þetta þá? Af því að skotlistin sem ég gerði í kvöldi áður var ónýtur, af því að ég var bara komin svo langt eftir áætlun, þannig voru allir dagarnir aðrir. En þarna gat ég svona fyllt nokkuð því sem ég ætlaði að gera og það var ekkert brjálastress og við kláruðum á tíma og þetta var síðasti dagur og allir geði einhvern feeling og svona. Þannig að það var mjög gaman, en klárlega og ég rætt það við Jón Viðar, að hversu gaman að verður ef við gerum 2 að geta bara sest niður og bara því þetta var líka allt svolítið gert með raskatinu, fá Jón Viðar inn, við höfum ekki efni á honum, hann var svona ekki að gera eitthvað smá greiða, hentu saman einhverju svona pælingum fyrir líka slagsmálinn lokin og svona, þetta var allt svona, það var bara low budget alveg, það var bara svona eins og menntaskólamynd bara á sterum í rauninni, sko, bara allir að einhverju skítarettingum, sko. En það var einmitt þriðja sem ég upplifði því ég var búin að horfa á myndina, það var þriðja atriði, það var ótrúlega samt. Hvað náðu að gera fyrir svona lítinn pening á svona stuttum tíma? Því ég held að svona hinn almenni borgari sem ekkert að pæla mikið og ekki ómikið í kveikmyndum eða ómikið í kveikmyndagerð, hann fyrir alltaf bara í bíó og hann horfir á þessa mynd. Það er einmitt máli, sko. Það er vandamáli sem við setjum uppi með að þó hún kosti 1/3 af venjulegur íslenskur mynd, þá ertu ekkert með þann fyrirvar og við erum búin að byggja upp allt þetta hype og við erum búin að segja með trailerunum þetta er að fara að vera huge mynd, sko. Fólk gerir kröfur. Já, þannig við erum sjálf búin að setja, við erum bara að skjóta eða setja markið mjög hátt. Þannig að þess vegna hef ég alveg gaman að því þegar að það kemur fram að hún kostaði samt eiginlega ekki neitt, sko. Þú veist að því að það er eiginlega alveg, það er svona, ekki bara fyrir mig, heldur bara allar sem koma myndinni segir aðeins meira það bara hvað. Þetta er alveg svolítið achievement, sko, að ná henni allavega á þennan stað og þessa stærð, sko. Það var ótrúlegt, ég verð bara að hrósa þér og bara þínu liði, öllu þessu teymi. Takk fyrir það. Ég fór með bróðum minnum á þessa mynd og við erum báðið svona 90s gæjar. Og fyrsta sem ég sagði var samt við hann í bíónu, þegar við fáum hana, kemur bara introið í rauninni, eða nafnið og svona. Hvíslaði bróðum mig og sagði, þeir verða að byrja á Hasadri. Já. Þeir verða að byrja á Hasadri og þú byrjaður á Hasadri. Já. Þá var ég bara, yes, ég áttur að fylgja sem mynd. En svo í lokinn, þá var ég talað við bróðum minn, bara, þetta er bara galið hvað náðu að gera, að því hún kostaði ekki raskat. Nei, ekki neitt. Ertu búin að fá töluna hvað hún kostaði það? Ég held, Öddi sagði ykkur viðtalið, ég sagði hann ekki 70 milljónir. Já. Það er ekki rétt. Ég má kannski ekki tala ég veit að ég hann talaði viðtali, ég las eitthvað viðtal. Já, það var eitthvað aðeins meira en allavega, ég reiknaði út, sko, hún kostar 0,03% á nýjustu Fast and Furious myndinni og ég sá einhvers staðar að hefur hægt að gera 1060 leynilögur fyrir nýju James Bond myndina. Þannig þetta er ekki svipaða tölur. Nei, ekki beint, sko.
En svo langar mig að gefa líka sjáta á Kristján Sturlu sem að semur tónlistina. Já, gegn tónlist. Það gaur sem að gerði með mér, þú veist, var með mér í Vestló, 85 model og hefur, og ég fann það bara strax hversu góðan að vera. Hann samdi tónlistina í þess að mynd sem ég var að segja frá hryllingsmyndina þarna og eitthvað og hefur gert tónlist fyrir fullt af auglýsingum og bara við höfum fylgst að og hann hefur gert svolítið að tónlist fyrir bíómyndir sem eru svona low budget myndir, sveppamyndirnar og reynda að gera víti í Vestmannaeyjum sem mjög flott hjá honum og svona. En hann kom hana og þetta var líka svona right up his alley, hann elskar þetta og bara sökti sér í þetta og það akkurat það sem ég þurfti. Ég sagði við hann sem er eitt sem ég man alltaf eftir úr einhverju DFD kommentari eða einhverju aukaefni eitthvað frá Back to the Future. Þegar hann segir gæðin sem samtíð, ekki Alan Silvestri sem samtíð tónlistina þar og Robert Zemeckis sagði við hann að hann væri með mjög high concept mynd í haustnum en hann gat ekki alveg gert hana high concept, hún bara frekar lítilega spáur í Back to the Future. Hvað er þetta mynd? Já, hún bara skotin eitthvað, það er eitthvað torg hérna sem bara eitthvað sett og hún gerist eiginlega öll þar og í kringum ykkur hús og eitthvað, það er engin stór skoti en eitthvað stóra senur, loka senan líka á þessu torgi þarna og það er eitthvað elding og eitthvað svona en það allt svona frekar svona lítið og hann sagði bara, nenni að taka þessa mynd og bara stækka hann upp í það sem ég vildi að hann yrði, skilu, og ef þú bara spáir aðeins í skorunu, þessi mynd epísk í minningunni, sko, þú upplifar hann epíska. Já. En hún ef þú greinir hana pínu lítil, sko. Og það það sem ég bara Kristján að gera. Hann að taka þessa myndina, þetta low budget mynd, við erum að reyna að kreista út allt sem við getum, við erum bara með einhver slagsmálatriðina, við erum að klippa þetta eitthvað saman, svo bara einhverju gaurar að hlaupa í bílakjallara og eitthvað svona, þú verður að ná þessu, ég meina eins og svo sena í miðri myndinni, þú veist, þar erum við með klippum saman drónaskot og við klippum saman Rikka plan eitthvað og svo bíllinn að fara út og svo verið að tala í lögustöðinni og svo kemur annar drónaskot og svo kemur eitthvað, eru þau að lappa út úr bílnum og þú veist, það allt svona einhvern veginn uppbyggingin á þessu og svo kemur Kristján og setur sitt á þetta, þetta stærsta músíkin hans í myndinni og besta, veist, ég sá þetta fyrst, ég bara táraðist næstu í, sko og maður upplifir alveg smá þú veist, einhvern svona Nolan feeling hérna, þú veist, þegar þú sér turnana og tónlistin hittir á réttu hápunktana þannig, en ef þú einmitt ferði hún í saumana á þessu, þá þetta bara, þú veist, Rúrik og Öddi og Egill eitthvað og við tókum megnið þessari senu í einhverjum aukatökum þar sem var bara ég, Elli á kamerunni og Rúrik og Öddi og svo kom bíllinn og spólaði eitthvað og þetta var svo mikið skítamix að við þurftum svo mikið Kristján til þess að líma þetta saman og gera þetta stórt, sko. En við veljum bara hrósunum, einmitt, bara fyrir tónlistina þegar maður tekar þetta henni strax. Já. Og ég var bara eitthvað, yes, ok. Þeir eru svo að fatta hvernig myndir að gera. Já, akkurat. Þetta var svo ekta eitthvað svona 90s, ég myndi hugsa með Bad Boys, svona stefin í þeirri mynd, ég var alveg bara svona, já, ég var svo mikið í þessu markhóp, bara fyrir þessu mynd, og því ég elskar þetta stöf. Þannig að við verðum ekki að sjáta þetta á Kristján. Við verðum að gera það. Já, tónlist var mjög vel hefnið. En svo þeir voru að taka upp myndina, þú varst að keppa við eitthvað deadline og eitthvað. Kom ekkert svona moment þess að þú varst bara eitthvað, komst heimtíðin og varst bara eitthvað, ég veit ekki hvort ég náðu að klára þetta. Jú, það kom. Það kom? Já, það kom moment þess sem að ég bæði sagði við öllu konunum mína bara, ég veit ekki hvort ég meik þetta og það kom moment með mín og Lilju líka þar sem að við vorum bara að ræða eigum við alveg að vera standi í þessu, þetta, þú veist, málið. Og það kom líka moment þess að ég og Lilja það sem okkur lenti saman bara því að þú veist, af því að þetta var bara of mikið af einhvern veginn, þetta var bara of mikið vesen, þú veist, þetta var svo erfitt og hún auðvitað hefur sitt jobb að bara reyna að halda þessu innan þessa budget og ég metnaðarfullur og vil reyna, þú veist, þó að ég sé lausnami eða þá vil ég samt einhvern veginn reyna að halda hlutunum á standard því að maður auðvitað, þetta auðvitað bara nafnum að sanna og eitthvað svona og það komi moment þar sem að ég og Lilja vorum bara, þú veist, þetta stóð tæft, sko. En við hlægjum bara því í dag og þú veist og náum ókslega vel saman en ég held að það hefur bara verið aðstæður, skilur, þú veist, það vildu allir meiri peninga, meira, þú veist, fleiri tökudaga og eitthvað svona en þetta var bara ekki hægt og það þurfti rosalegt svona team effort og einhvern veginn svona skilning á starfi hvað sannast, þú veist, ég öllum í hópnum til þess að einhvern veginn láta þetta ganga og reyna alltaf bara að gera bestur öllu þó maður fengi eiginlega aldrei allt sem maður vildi, sko.
Eitthvað svona kompromæs. Já, þetta var endalaus kompromæs. Ég held að það var meiri kompromæs heldur en oft áður, sko. En svo komið svona hlutir inn í hana samt sem að voru algjör jackpot, eins og þessi Transam, sem að þegar við skrifuðum þetta, þá var alltaf, þú veist, Transam og spólað og eitthvað svona, en ég held að við myndum fá einhvern Ford bíl sem að, þú veist, einhver gæi ætti hann sem að bónar hann 2 ára dag og þú veist, maður myndi ekki, ég myndi þurfa að feika það allt líka, sko. Já, ég skil. Einhvern veginn það mætti ekkert gerast og þú veist, það þurfti bara að spýta allu upp eða einhvern veginn skítmiksa hennan bíleltingaleik og eitthvað. Svo bara finnum við hennan bíl, Gus, leikmyndahönnur, finnur hennan bíl og það er gaur sem á þann bíl sem heitir Ómar sem að greinilega hefur, sko, ég held að hann hafi haft svolítið mikla þörf fyrir að þau voru búin að eiga hann bíl lengi og ógeðslega góður að keyra hann og spóla á hann og eitthvað svona, en það hefur enginn verið að spá neitt í því, sko. Svo fær hann bara stærsta plattform sem hann gat fengið og við pissuðum bara í okkur í hver skipti sem hann spólaði og voru bara, þetta er svo flott og bara endar þess að spólskotun allir í myndinni, sko. Keyrir hann bílinn? Já, hann keyrir bílinn og þú veist, þetta var bara svo miklu flottara og stærra en ég bjóst við að ég myndi fá. Þú veist, þarna eftir með gæja sem að tekur bara Transam, neglir honum upp rampinn í kringlunni og tekur svo, þú veist, handbremsubeygju þarna inn á móti umferð. Þetta er bara allt bónus, ég bjóst ekkert við að fá þetta, skilurðu. Já, ég skil, þetta fór fram úr þínum væntingum. Já, alveg langt, sko. En þetta er samt líka eitt af því sem gerir þessa mynd alveg svolítið uník eða svona, þú veist, það sem þú hefur ekkert séð, þetta er bara einhver bíll að spóla götur Reykjavíkur, búin að drifta. Þetta er alveg svolítið Hollywood í þessu, skilurðu. 100%. Sem að ég var ekkert endilega búast við að fá með þetta budget sem ég fekk og eitthvað, svo funduðu bara hennar gullmóla sem var þessi bíll og þessi eigandi sem var bara, vildi allt fyrir okkur gera og var bara hrikalega flinkur á bílinn sinn, sko. Eitt moment líka úr bílaeltingaleiknum sem er eiginlega mesta money shotið í bílaeltingaleiknum. Það er þegar hann slætar yfir, hann driftar yfir Kringlumýra gatnamótin og það kemur bíll og krassar. Já. Það var sko þannig að bíllinn er þú veist, tölvugerður eins og sést, en það breytir ekki því að sko, þegar vorum að skipuleggja hann bílaeltingaleik og sorry, hann er síðan að opna hennar namni. Já, ég er meira til í það, sko. Eitt sett, já. Hvað sér við? Hentu sími. Þegar vorum að skipuleggja bílaeltingaleikinn, ég sagði frá því að þetta var að laugardegi þegar ég þurfti að fara á æfingu klukkan 11. Þá, þetta var undirbúið þannig og við myndum alltaf keyra þessu sömu leið. Við vorum búin að teikna upp rútínuna frá N1 stöðuna við Sæbrautina, keyrum þetta allt saman og það var bara 2-3 kaflar á hverjum stað sem að var actually svona eitthvað teiknað upp, eða svona synkron, eða skilur mig frá Sæbrautina næstu ljósum, þar átti ég alltaf að gera það sama. Svo komið ljós, að því við náttúrulega vorum ekki með neitt lokað eða neitt, skilur við. Ég ætla að spyrja út í það. Nei, þetta er bara, við erum bara að veiða, sko. Svo komið ljós, og svo frá ljósunum við Ormsson, fram að ljósunum á Kringlumýrabrautinni, þá var alltaf sama, þú veist, sömu setningar sagðar í bílnum, sama, þú veist, mótihjóli að gera sama, því svo þetta skjótið var hulta vinklum. Síðan, á Kringlumýrabrautinni þá átti bara stoppa, koma sér að Kringlunni og þar heldur áfram skilurum með dansinn. Þar var einhver setningar og þar fer hún upp rampinn og eitthvað þannig. Þannig að ég reiknaði bara aldrei með því í neinum heimi að ég myndi geta gert eitthvað á þessum Kringlumýra gatnamótum, skilurðu. Að þetta er bara stærstu gatnamót borgarinnar og þetta bara tökum við pásu, býðum á ljósum, förum yfir og svo byrjum við aftur. En síðan og síðan er eitthvað í Kringlumýrabrautina og svo bara ljós þar, stoppum býðum þar og svo bara þarna barn í bílnum og það allt, það var leiðin út í Kópavog, og veist, skilur, þar heldur aftur rútínan áfram. Svo þegar við erum á stoppa á þessum ljósum þarna, við erum bara að bíða með kameruna fyrir aftan, hún er að rúlla, þá heyrist í talstöðinni frá þarna Ómari bara, er það að rúlla? Íti á rekk og þá tekur hann bara þegar það kemur grænt ljós á ljósunum, þá bara spólar hann yfir og við bara áfram bara, myndum þetta og þú veist, á eftir honum og þá byrjar hann bara að spóla og driftar yfir gatnamótin og þarna fæ ég bara eitthvað svona mesta money-shotið eiginlega í atriðinu og jafnvel í myndinni bara einhvern veginn alveg bara óvænt og bjóst aldrei við því og skipulaði ekki að neitt, sko, bara því að gæinn einhvern veginn var til í þetta bara, heyru, rúlið, hendi þessu gang og spólaði yfir og það lúkkar eins og þessi búin að loka hálfur í borginni, sko, til þess að ná þessi skoti. En eins og allir aðra bílar, það eru fleiri bílar þessu atriði. Þarna voru á grænu ljósi, hann er bara farið yfir, það er, þú veist, þetta er beygjuljós. Já, en þú veist, ég veit það, en eins og allir hínu bílarnir sem eru í þessu skoti.
Það er Þú engin. lokar ekki neinu. Það er engin, það er bara... Var þeir eru að engin stoppa annan, ég á man móti. ekki alveg. Var engin annan bíl? Við erum að beygja til vinstri, það er beygjuljós. Þeir eru stoppa á móti, það eru bílar þarna, svo setjum við inn eitt tölvubíl, þannig að þetta virkar aðeins meira busy. Já, mitt. Og það En er stóra málið er bara, þú veist, að slæta þetta er eitthvað nýtt, skilur, þú hefur ekki séð bíl slæta yfir þessi gatnamót Nei. í Reykjavík, skilur, og eins og ég segi, það er rosalega production value í þessu, ég veit ekki hvort maður pæli í því, en þetta er svona, ég held að sé undir meðundinni, maður upplifa bara eins og, ok, þú veist, hvernig var þetta gert, skilur við. En eins með það, Þetta er bara algjör bónus og ég regna ekki eins og með sjálfur, sko, að fá þetta. það er svona geggjað, þetta er töff sko, þú notar alveg ekki trailum, það ekki? Jó. Já. En eins með það, því að Öddi er í bílnum og hann fer eitthvað út úr rúðuna út úr gluggan og er að skjóta. Ég meina, eins og með það, mann kannski spyrja það, að þeir eru með byssur í þessar mynd. Og það er mjög oft í dag þá er þetta bara svolítið tölvugert. Kannski með eitthvað á proppbyssu og það er bara tölvugert, auðvitað púðuskot og svona. Eins og ykkur, voruð með eitthvað svoleiðis? Voruð með púðuskot? Þegar stundum var sem virka eins og verið með eitthvað púðuskot. Já, ég mátti velja það var svona spari. Ég gat tekið púðuskot á einstaka móment. Það kostar hvert skot, kostar 20 skall eða eitthvað. Er það svona dýr? Já, þetta er dýrt. Vá! Þannig að ég þurfti bara að velja í mómentunum sem að það gaf mér eitthvað. Þú veist, það sem að ég gat, þú veist, ef það er til og með slow motion skot og þá sérðu það að þessi skilur blossi að koma og það kemur hylkið út og eitthvað. Reyndar í þessu sem þú ert að tala þar var púðuskot. Það var eiginlega í fyrsta skipti sem ég notaði það. Þeir auðvitað að skjóta út. Já, en þá fannst mér að líka vera sóun þegar ég horfði það eftir á, þá var ég eitthvað, þetta var óþarfi, af því ég sá ekkert að þetta var púðuskot, skilur, þannig alveg skilta að vera bara að gera þetta og við setjum í blossan eftir á. Já. En það var enda stöndadriði, sko, það má ég ekki tala um það, en Nú, ok. Já, veist, við vorum bara á 90 þarna og hann fór út úr gluggan og við prófum það í fyrsta skipti þegar ég var aftur í, ég rétt gat tróðið mér aftur í bílinn með mónitorinn, svo voru Sepp og Öddi og svo vorum við að gera þessar rútínur eins og ég segi sem er alltaf eins, þú veist, alltaf á sama bletti, þá segir hann takt í stýrið og fer út og svo gerðum við það 30 sinnum með eitthvað. En við prófum það í fyrsta skipti bara í tökku og það sem að ég var bara, gera þetta og Öddi var að prófa að keyra bílinn í fyrsta skipti og Sveppi tekur í stýrið og þessi bíl er ásár út um allt og þetta er stóra hættulegt, sko. Og hann var bara út gluggan á 90 og Sveppi heldur stýrið og á einhverjum bíl sem er ómögulegt að stýra og ég liggjandi í klessu þann aftur í, sko. Þú ert sérst í Trans-Am bíl? Já. Ég náði einhvern veginn að púsla mér undir gólfið eða svona milli sætana aftur í, bara þannig að ég sæist ekki. Ég er í tökunum þegar þeir eru að leika. Veist, þegar við erum að skjóta utan á bílinn, þá er ég í kamerubílnum. Já, sem er að skjóta bílinn. Já, en þegar við erum að taka senu, eða þú veist, línurnar og þetta, þá var ég inni, þegar við tókum þau reynsli, skilur við, þegar við vorum með kameruna strappaðar á Ödda og Sveppa að segja línurnar og framan á bílinn, þá var ég með þeim og þá var ég kannski að biðja það um eitthvað, þú veist, að segja þetta, hendu í þetta, eitthvað svona, þú veist, bara að þegar við vorum ekki á mómentunum það sem var eitthvað svona, eitthvað sem var skrifað í handritinu, skilur við. Já. Þá kannski, þú veist, Sveppi kom með alveg helling eins og þegar hann, þeir eru að missa af henni eitthvað og hann segir, það var alveg nóg, hann að Sveppi, girti niður í mötunetinu, niðurlega með afsatíðinni. Var það spunni? Já, það var spunni. Nei. Já, Sveppi er líka svo ógeðslega fyndinn þegar hann fer að spuna. Mér finnst einn fyndnasta línan í myndinni sem heyrist valla. Það er þess að þegar Steinun Ólun eða Þorgerur er búin að lesa yfir þeim að snemmi myndinni inn á skrifstofunni hjá sér. Sérlega hún góð þess að mynd. Ógeðslega góð. Svo hendir þeim út og þá heyrist í Sveppa tuða svona, mætti halda að það hefði botfrósið í heilin þegar þú varst að elda þessa rjúpnaskittu þannig upp á, ég náttúrulega delivera þess ekki í sveila hann, sko, og upp á Holtavörheiði og þetta var svo random spuni eitthvað, mætti halda að það hefði botfrósið í heilin þegar þú varst að elda þessa rjúpnaskittu upp á Holtavörheiði. Þetta er enda góð setning. Já, ég veit það, og bara kom einhvern veginn, hann var bara eitthvað svona, það var enginn að biðja um þetta og það var bara það sem hún dætti í huga að segja, sko. En þessum með það, að þú veist með þessa gæja sem eru fyndnir, voru þeir mikið að spinna, því að svo spurning, hefur tíma fyrir það? Já, ég veit, það var ekki mikið. Var það aðalega bara því að það var bara ekki tími,
Það vildur bara, þú varst bara sáttu með handritið og vildur bara halda því dagalogi. Ég held að sé blanda af þessu, sko. En alveg eitthvað, þú veist, ég meina eins og ef að Steindi þegar hann kemur, þá hann alltaf með eitthvað að spinna á það, sko. Hann kemur með eitthvað take eða svona, þú veist, þegar hann svona heldur sig við cirka báta sem en alltaf með einhverju hugmyndir. Og það, mér fannst það ekkert mál, þú veist, þegar það kom og eða, þú veist, bara eins og eða við erum í bílættirleiknum að biðja að koma með eitthvað auka eða prófa eitthvað og svona, við prófum alltaf. En svona almennt reyndum við að halda okkur cirka bát við handritið og þú veist, út af því að handritið var bara í lagi og við hefðum enga tíma í neitt annað. Nei, því ég fór að velta fyrir mig að því að þú ert að lega að spinna. Þá kemur Steindi með eitthvað og þú kannski, reyndi eitthvað annað og kannski önnur taka. Og meðan bara tíminn að tikka. Já, og svo þetta klippið allt saman og verð continuity og ef þú veist að spinna þá heldur þú þurfum ákveðin stíl í kvikmyndagerðina líka, þú veist. Já, algjörlega. Ég er ekki að taka fullt af vinklum og vera með continuity og eitthvað. Það þarf bara að vera svona eins og Larry David þættirnir í Curb Your Enthusiasm sem að þú ert bara með víðan ramma og þeir eru bara að tala saman, karakterarnir og þú ert ekki mikið að klippa, skilur, eða rúllar mörgum kamerum í einu á sömu senuna. Og það er líka ekki hasar, maður erfiðar einmitt. Akkurat. Þú ert í bílnum og Sveppa Uddur bara bullshit eitthvað allan tíman. Ég myndi sér að það sé erfitt, sko. Já, ég þekki bara ekki þetta svona, þú veist, spuna ferli, það getur vel verið að það sé skemmtilegt og gefandi ferli og var gaman að prófa einhvern tímann en svona, ég held að sé mjög erfitt líka fyrir langflesta að reyna einhvern veginn að kokka upp á staðnum sem eru bara góða línur sem að þetta, fínt að krydda með því. Já, svona inn á milli, ein og ein kannski. Þegar það hlýtur ekki auðvitað að það hlýtur að tímafrekt. Það vart að leifa öllum, þegar Öddi var að spinna og Steindi og Sveppi og skilur og Egill. En það var samt alveg lifandi ferli, sko, allir þessi one-linerar sem að, þú veist, sumur voru skrifaðir, stundum voru við auðvitað bara senda milli bara kvöldi fyrir tökur, mér vantar eitthvað þegar hann lappar inn á skrifstofuna, þú veist, getur ekki komið með eitthvað, eða bara á staðnum, skilur þú veist, þar sem að okkur fannst eitthvað vanta, eða auðvitað kom tíminn eitthvað, er þetta ekki góðu stað til að koma með sem var á trailerunum, þannig að Reykjavík er einhver lítilsakus borg, er engin saklaus í þessum helvitis bæ, hann var bara lappinn í ganginn, þá komum við bara, er þetta ekki, af því að það var í trailerunum, sko, þá var það bara spot on og eitthvað, þannig að þú veist, það var fullt sem að fættist þarna, sko. Já, kannski kvöldi áður eða eitthvað slíkt. Já, eða stundum í tókunum og stundum bara kvöldi áður eða, já, algjörlega. En eins með þá, leikarna, þú með Audda, Björn Hlynur, ég er að hugsa þá sem voru í upprunalega Já. Þegar það kom til tals, bara, þið sáu fram á það þegar þið voru að gera þessi mynd, voru þeir alveg æstir í það? Já, Auddi alltaf, Auddi og Egill voru alltaf on board og Björn Hlynur var alltaf spenntur fyrir þessu verkefni. Ég held að hann hafi ekkert endilega haft trú að því að, þú veist, við myndum ná að gera það og sérstaklega ekki með styrk, sko, en hann var alltaf að hvetja ykkur til að gera það bara svona, þú veist, bara ennþá meira low budget sem hefði ekki verið séns, sko. En Þú þurftur eitthvað að sannfara, skilur bara. Nei. Það var alveg svona spenna fyrir þessu. Sannfara, já, sem leikara kannski, en maður þurfti alveg svona að útskýra hvað við vorum að reyna að gera. En Björn Hlynur var alltaf game í þetta og strákarnir er alveg mjög spenntir, sko. Því Björn er alltaf hann að leika, Björn Hlynur er leikur, hann er reynslu mikil leikari. Já, og frábær leikari og mjög gott að vinna með svona reynslu bolta, þú veist, hann bara kendi mér mikið og strákanum veldi líka og ég meina, Auddi reyndar er líka bara, svo það sé sagt, bara drullugóður leikari, sko. Hann er ekki lærður? Nei, og hann kallaði hann alltaf tennisboltavélina, þegar hann var komið línu sem hann átti að deliver alltaf eins, það var svona eins og tennisboltavél sem maður sendir alltaf boltan á sama stað, sko. Það var bara svona, það var alltaf eins. Þú veist, það var bara ógeðslega gott continuity í honum og svona mikið rós og svo lagði Egill líka mikið ásett til að einhvern veginn reyna að ná fram einhverju sáli sinn karakter, þannig að þeir voru bara stóðu allir þrjusu vel. Ég ætla að spyrja með Björn. Hann leikur Ricca Ferrari, sem ég veist bæði ógeðslega fyndið nafn. Takk, já. Það nafnir þig, það er þess að þokasta. Hann hét áður Ricci, hvað hét hann aftur? Hét eitthvað Ricci Caruso eða eitthvað svona. Eitthvað sem ég var aldrei ánægð með það. Og svo satt ég eitt kvöld og reyndi að kokka upp nöfn fyrir hann og þá því datt hann að Ricci Ferrari, þá var ég bara, búm. Já, því ég sá það ég bara Ricci Ferrari, þetta er geðvikt, svona sérstaklega villen nafn eitthvað. Hann talar enski myndinni, svona inn á milli. Og það er einhvern veginn ekkert útskýrt, ef ég maður rétt. Mér fannst það eitthvað svo fyndið. Hver er þetta þá hugmynd?
að hann íslenskur. Já. Sérst, hann á að leika Ísland. Manstu það? Já, ég man það. Það var, ég held að ég verði að taka kreddu fyrir það líka. Það er sprottið upp af tónlistarmyndbandi sem ég gerði fyrir Egil, DJ Muscle Boy. Það var eitt af fyrsta sem ég gerði eftir ég kom heim úr atvinnumennskunni og ég tók 0 krónur fyrir það og ég var bara, þar voru moment þar sem ég var bara eins og þú varst að spyrja mig áðan sko, þar sem ég kom heim til hún og bara hvað ertu að gera? Því að það var ógeðslega mikið vinna, ógeðslega erfitt og ég var bara með langa að gera, þetta var eitthvað svona underground muscle klúbbur sem að mér fannst eitthvað fyndið koncept, skemmtistæður / gym. Ég held ég ekki að sé þetta vídeo. Já, þú verður að horfa eftir þetta er fyndið sko. Þetta er á YouTube? Já. Það sem að þau eru, en það er sko mjög sinister muscle klúbbur, því að það er hérna koncept í gangi sko, það sem að þau eru. En það er eitthvað saga? Það er saga, já, og Bjöllinu leikur þar sem sagt rannsóknarlögreglumann sem er á höttunum að eftir þessum muscle klúbb. Það byrjar sem sagt, og það byrjar músikvídeói á svona 2 mínútna intrói þar sem Jóhannes Haukur og Bjöllinur hann er að yfirherra Jóhannes, hann er að grilla hann er eitthvað barþjónn, tekur hún eitthvað og er að yfirherra hann og þar talaði bara ensku og það er svona New York feelingur í hljóðinu já. Hann er sér þetta á eftir þessum muscle club sem er eitthvað mjög svona mysterious dæmi svona smá tekið úr fyrstu senur úr Blade á mannsettir henni þegar hún dregur einhvern gæja ofan í eitthvað alls konar drasl og eitthvað því að síðan í sögunni þá er þetta einhver stelpa sem að dregur sveppa ofan í þetta allt saman þú veit nú að horfa á atriði til þess að ég þarf að tjekka þessu en allavega, bæði það að bara þeir tveir að tala ensku í þessari uppásenu okkur fannst það svo skemmtilegt síðan hinum einu bænum þá sá Lilja þetta músikvídeó og hún kveikti á því að hún sagði þér þessu sögu hún sá þetta vídeó hringdi þá í Ella og sagði, heyrðu, þessi gaura, þeir gæti alveg, hvað var með þetta handrið þarna? Einmitt, hún talaði það. Já, þannig að þetta vídeo var eiginlega það sem kickstartaði þessu og svona kendi mig það líka að hard work pays off á endanum, þú veist, þetta skilar ofta einhverju góði, að maður setur allt sem maður á eða líf og sál í hlutina, sko, þú veist að þá þó má kannski fá ekki borga fyrir það ákvæmt á þeim tímapunkti þá oft gefur það eitthvað tilbaka og þetta er basically ástæðan fyrir að við erum að gera þessa mynd þetta músikvídeónuna sko. Sem er pínu crazy. Þetta er náttúrulega fullt af tilvílunum þetta líf sko, það eru fleiri svona móment að leiðinni sem gerða verkum að þessi mynd var til og ég meina til dæmis bara hefði ég tekið einhverju samningi atvinnumennsku frekar að koma þeim í val og eitthvað svona það er fullt af svona mómenti sem þetta hefði bara ekki gerst en sem betur fer æxlaðist þetta svona en þetta er allavega uppalega pælingin, það er sem að okkur datt í hug, hvað ef að karakternans tala bara ensku í myndinni og við veltum mikið fyrir okkur og bara hann bara tala ensku, er hann útlenskur og svo fannst okkur bara nei, það er bara geðveikt ef hann er íslenskur og svo fer hann slettaður hverju og maður veit ekkit af hverju og svo svona vildum við aðeins láta svona make a pinkulítið sens, þess vegna komum við líka alveg briljant og þessi sjálfur frá að Steindi skildi adressa þetta það gera að finna já, akkurat, sko, alveg rugglaður yfir þessu og að, þú veist, fá þess að tengi hvað þið þekktust frá því gamla dag þannig að, þú veist, þú getur svona skiltur baka það að þetta er eitthvað sem að fór út og bara kýsa að tala íslensku eða, þú veist, finnst ekki ensku fyrir ekki og finnst það töff eða gæti alveg verið hann hafi verið út í 15 ár og sé hann vanari, ég veit það ekki, sko þú veist ekki alveg af hverju, það er allavega skemmtilegt að því hann er bara svissar. Hvað séru? Hann tala ekki bara ensku. Það er líkitinn, sko. Það er líka ógst að fyndi. Sem er fáránlegt, en sem er samt svo fyndi. Það er svona eins og hann stundum gleymi sér eða hann veit ekki alveg hvað hann ætlar að segja á ensku. Ég er nefnilega hélt í svo trailerin, fyrir leynlegum myndina. Þá hélt ég, karakterinn hann er ekki íslenskur. Útlenskur karakter. Svo ætla að byrja myndin, þá er hann íslendinga. Þetta er nefnilega helviti gott, sko. Mér fannst það mjög fyndið. Þannig ég handriðun sjálfur, þá þessar línur voru á ensku. Já, þær voru á ensku og það var alveg mjög meðvitað planta þegar að íslensku línurnar koma, sko. Og ég mér fannst ég hafa gert mistök í tökunum sem að ég var síðan ánægður með eftir á að hafa gert það, því að þetta er svona 3 senur með beinni hlinni í þessu svona vonda greninu sem fyrst sérðan, svo aftur kemur hann með
Steinda og Rúrik og því öllu þegar hann er að hósta og allt það, svo kemur með Heiðar Östmann og í fyrstu senunni kemur hann inn og tala bara ensku, en í handritinu var íslensk setning í upphafi atriðisins, skilur og svo talaði hann bara ensku. Þannig að, og við einhvern veginn vorum að tala saman í og Hlynur fyrir senuna og honum fannst að fyrstu línunar eitthvað skrýtnar og svona, prófum að taka þó út í eitthvað, já, ekkert mál. Ég glemdi bara að þetta væri basically establishment fyrir karakterinn hans, að við yrðum að heyra hann tala íslensku í fyrsta atriðinu, fattar hann. Þannig að ég bara samtidig það að taka það út og svo satt ég uppi með að, þú veist, hann væri ekki búin að segja neitt á íslensku bara fyrir hann í miðri mynd, sko. Sem að mér fannst síðan eftir á hyggja mjög skemmtilegt, sko. Þá kemur hann inn og segir, jæja, góðu gestir í atriði 2, maður er bara búin að heyra að tala íslensku, ensku fyrst, maður veit ekki alveg hvað maður hefur hann, sko. Svo byrjar hann og það er þá sem að Steindi að dressa þetta, skilur. Ég held að þetta hefur ágætt, hitt hefur kannski alveg virkað líka, en þetta er svona er þetta tilvíðulega ekki. Mér finnst þetta bara svo fyndið, líka því að mér minnir að fyrir utan Steinda er eitthvað sem er að tala þetta. Mér finnst þess að fólk taki sér bara. Já, það er líka það sem er gott, sko. Það er alltaf bara með straight face og er enginn að spá í þetta og þetta er svo random og hann er náttúrulega algjörlega random og grillaður karakter, sko. Algjörlega. Og það er það sem er skemmtilegt við hann. En það er eitthvað, þú veist, þetta er náttúrulega svolítið silly en skemmtilegt, skilur, þetta er bara eitthvað svona unexplained, eitthvað, ofur, villi. Þetta er fyndið. Já, akkurat, þetta er bara fyndið. Þetta er bara svona goofy, smá, en samt skemmtilegt. Það er eitt sem ég fannst brilliant í þessar mynd og ekki bara eina, bara sem er dettur í höfn núna, sé bara hvað djöðlega þetta sniðugt. Þetta er engin spoiler fyrir myndina, þó við sem búin að tala mikið kannski myndina sjálfa. Það er þetta jurisdiction dæmi. Já. Að Bússi er harðasta löggan í Reykjavík. Og þetta bíf á milli Reykjavík og Garðabæ. Harðasta löggan í Garðabæ. Mér fannst það svo fucking fyndið. Mér fannst það brilliant. Já, takk fyrir það. Ég er sammálaðið, sko. Ég er svo gaman að þessu líka, sko. Og þú veist bara, og þegar hugmyndin koma að láta bílaeltingarleikinn stoppa á mörkum, það var ekki þannig í fyrsta handritun, sko. Þú veist, fyrsta draftinu fyrir löngu síðan, það var bara eitthvað, keyrðuðu bara eitthvað að enduðin ykkur vöruskemmu. En þegar hugmyndin kom, við förum ekki yfir lögsögu Garðabæjar og stoppa bæjamörkunum og allt þetta bíf á milli Reykjavíkur og Garðabæjar og Steina komin, helvítis Garðabæjar, ég elska þetta, sko. Það er eitt þar, ég væri til að sjá meira á lögustu Garðabæjar eða verður einhvern tímann eitthvað meira, þegar mér var staðið, við vorum að skjóta, þá var ég bara, ok, djúvill þetta er gott maður, þetta er, þú veist að þetta var aldrei skrifað, þetta var bara svona skraut í senunni, þar eru allir ógeðslega fancy og falleg og svona tailored suit og bara, þú veist, geða þetta við líst og svona allir tannaðir og það er ógeðslega gott. Það er svo fucking fyndið. Já, ég hefur til að sjá sjónvarsseríu bara inn á lögustu Garðabæjar, sko. Að því sem með Egilísson mitt, hann alltaf bara einhverjum flottum fötum og svo rutti meira bara einhvern svona leðjakk og eitthvað. Já. Pælingi, það er svo fyndið. Já, pælingi var að Reykjavík, þó að við höfum náttúrulega ekki haft budget í að sína það allt, en að Reykjavík væri ógeðslega þreytt og svona weary og svona, þú veist, allt einhvern veginn í skítugt og eitthvað, svo ertu með bara svona glansandi Garðabæ og það er svona aðeins kemst í gegn hana, en þú veist, þetta var alveg skrifað aðeins stærra, þegar hann lappar inn á lögreglustu Garðabæ, það átti að vera allt í glerveggjum og flatskjám upp á veggjunum og eitthvað svona, sko. Við reyndum það sem við gátum með þess að 2 klukkutíma fyrir sem við fengum til að skjóta þessa senu. Þess að taka þetta. Já, fórum þarna inn á Lind fastinglasölu og það er bara eins og allt, við gátum ekkert gert, við bara kveikja á ljós og bara gera þetta, skilur, þú veist, þú voru bara með fallegt fólki í góðum fötum og þau þurftu bara... Já, þau tóku þetta upp þar. Já, þau voru nýbúin að taka þá fastinglasölu og gera hann alltaf upp, sko. Ég og kærastan mín keyptum með mitt íbúð af Hannesi. Já, einmitt. Þetta var nefnilega alveg svona frekar nýtt þarna þegar við fengum að fara þarna inn. Já, fyndi að ég hef bótt að koma þinn, sko. Já. Fannst ég kannast eitthvað við þetta. Þeim, sko. Þetta er mjög flott. Já, mér fannst það brilljant. Svo er eitt annað líka sem mér fannst alveg brilljant. Þetta sást aðeins í trailerunum, þannig að mér finnst ekki að vera að spoila. En það er einni íslenska Chinatown. Já, einmitt. Þetta sést reyndar pingulítið í trailernum. Ég passaði með þetta ekki það mikið að Það er alltaf eitt skot, held ég. Já, það er skot. En þú veist ekki hvað, þú sér bara eitthvað sett sem þú veist ekki hvað það er, sko. Já. Anyway. Það er fyndið. Já, það er gott. Og það er, mér finnst það ógeðslega skemmtilegt í þessum heimi sem við vorum að skapa, að vera að setja inn einhver svona stórborgar element sem að
er ekki á Íslandi. Ég ætla með eina hugmynd fyrir næstu mynd sem að ég get ekki beðið eftir að gera sem ég ætla ekki að segja hér. Það er lindamál. Slökkum á mæknum og skal segja það. Ok. En þetta er og einmitt bara það var líka bara skemmtileg sena að gera, skilurðu, þú veist, svona eitthvað sett og eitthvað svona öðruvísi og eitthvað svona ekki séð og bara svona allt partur að því að búa til þessa svona alternative reality Reykjavík sem Action Reykjavík. En var til dæmis erlendis, þið fóru á svo kveimdáttir og við vorum að sína myndina að ég hló strax að ég alltaf veit að þetta er ekki til. Já, ég veit það. En voru þeir að kveikja? Ekki samt þannig, sko, þú veist, og það var líka það sem ég hafði bara áhyggjur af þú veist, jú, þeir voru að kveikja myndi, fólki finnst það ógeðslega skemmtileg, en þeir eru pottið ekki að kveikja sömu hlutum, skilu, þeir eru örugglega ekki að kveikja á því að sjá bíleltingaleik í fari gegnum kringluna, því þegar að sé það milljón sinnum áður og þetta bara fyrir þeim bara þetta er bara eitthvað ódýrt bíleltingaleikur, skiluru, en fyrir okkur er þetta gaman að sjá, þú veist, kringluna og sjá götur Reykjavíkur og sjá Chinatown því það er ekki Chinatown og svona. Þess vegna hafði ég áhyggjur af því að fyrir útlendingum liti þetta bara út fyrir að vera einhver hræjátir hasamynd og þeir eru búin að sjá milljón hasamyndur og þetta er ekkit merkilegt að því að skilur Já, þú ætti að bera hana saman við aðra sem kosta 100 sinni meira. En að því fyrir okkur fyrirgefum við þetta allt saman að því að þetta við erum að sjá þetta í borginu okkar eða landinu okkar. Þannig að, og það er áhugavert fyrir Íslendinga, sko. En eins og þessi punktur, ég held að það hef ekki verið kveikt á honum úti og fullt af öðrum sem að eru bara eins og Garðabæjar grínið og þú veist, fólk skilur ekki einhvern veginn, þó að kannski brosa þessu, þá skilur það ekki alveg hvað það er samt. Það hlæðir ekki eins mikið við grín, akkurat, sko. En þau hlóðu bara öðru, þú veist, það var hlegið alls konar sem að kannski ekki hlegið heima og eitthvað svona. En þú veist, eins og brandarinn sjónvarpi, allir konum í sjónvarpi Breiðholtinu og eitthvað svona, Ég er úr Breiðholtinu, sko. Já, okkar, ég líka. Það stekkur einhver brosi við því úti, skilurðu, en hér er það bara, það springur allir salun og vinsalast fyndandi brandarinn, sko. Mér finnst það helviti gott, sko. Já, takk fyrir það. En það er, mér finnst þið samt, sko, eiginlega besta dæmið hvað þú nærið einhvern veginn ekki dítilunum í gríninu ef þú ert útlendingur að horfa á hana. Það er að eiginlega eitt fyndnasti brandarinn í myndinni er hvernig Bjöllinu segir svavar en ekki mér fannst það drepfindi. En bara það að setja áherslun á eitthvað stað í svavar, það er bara einhvern veginn alveg hilaríus fyrir Íslendingum, sko. En þú veist, útlendingur er bara að sjá okkur gaur segja svavar og veit ekkert færlega ekki drekar í því, sko. Líka því hann er Íslendingur, hann getur alveg satt svavar. En hver er þetta þá hugmynd? Bara að þessu hvernig hann er að bera fram? Mástu það? Ég held að hann hefði bara komið með það sjálfur, sko, bara á staðnum. Ég hefði sprungið á setti. Já, það voru móment sérstaklega þarna sem að menn átti erut með sig, sko. Hver var svona fyndnastur? Þá er ég að tala um svona á setti í tökum, þar sem kannski var erfitt bara að halda stridsveis. Var eitthvað sem komur óvart? Nei, þetta er náttúrulega allt mjög established. Fyndilið, nákvæmlega. Og ég get eiginlega ekki í alvegni bara, það er ekkert svona sem að stendur sérstaklega upp úr. Nei, en bara almennt stendur það bara upp úr að það var, þó það hefur verið drullu erfitt og ógeðslegt stress og alltaf þétt og svona, þá var þetta alltaf bara hrikalega skemmtilegt og svona þessi góða skemmtilega orka var það sem kerði þetta áfram. Það lítur að vera bara út af því að þú ertum með bara fullt af grínustum að leika þarna og þetta er bara skemmtilegt fólk að upptöluhópa bæði reynda fyrir fram að myndaðurinn og aftan. En þú veist, ég ætla ekki að vera að draga neitt út, það er bara, þetta er náttúrulega allt bara snillíkar. Já, þetta fyndi fólk. Þannig að það átti allir sín moment. Að því ég með sko, eins og með Udda. Jú, býtu, Jón Gnarr reyndar þegar hann kom inn, það var bara svona, hann kom inn bara í svona eitt one-off, þú veist, bara tekið upp á 2-3 klukkutímum, bara þessi sena, búið að lýsa hana, hann kemur hann inn, öskrar á það svona 5 sinnum, bara 5-4 sjónarhóttnum og við bara áttum, það áttu erfitt með okkur fannst þetta svo fyndið. Alltaf Jón Gnarr að öskra, ég bara, það er bara fyndið. Já, það er bara geggjað, sko. Mér varst geðveit, að því hann er, ef maður rétt, þá er hann borgarstjóri í upprunalega en hann er forsætisráðherra í myndinni. Er það ekki rétt? Jú. Hann sagði hann yngvar ég lék lögreglustjóran þar að því að þú veist að Jón Gnarr borgarstjóri er andandi raskatinn á mér. Já. Og mér finnst það svolítið skemmtilegt líka því að þetta er svona alternative reality eins og ég segi, það sem að í þessum heimi þá er Jón Gnarr, þá er hann búinn að svona promóta sig fyrir forsætisráðherra. Mér fannst það var lúmsku brandari. Að því ég myndi mitt eftir að hann hefur verið borgarstjóri í upprunalega, en í myndinu hann er forsætisráðherra í myndinni.
og þetta kveikir heldur ekki á útlendingur sko. Nei, þú veist ekki að hann hafi verið borgarstjóri og hann sé grínisti og hann Jón Gnarr að leika sjálfan sig en allir aðra að leika einhverja aðra, þú veist, þetta er svona skemmtilegur íslensku móli sko. Svo líka svona enga húmor, svona eins og með íslenskan húmor, það Öddi segir í bílnum, eitthvað bara hlusta á X í bílnum, hann slekkur á FM 97. Já, akkurat. Útlendingur kannski fatta það ekki, nei, en við alltaf fattum það. Eða bara, svo veist, Heiðar Austmann segir, hér á FM, það bara, við fyndið fyrir okkur en ekki fyndið fyrir útlendinga og eitthvað svona, sko. Líka þetta, byrju hvað sann, þetta síðasta eldhúspartí. Já, þú hefur farið þitt síðasta eldhúspartí. Það okkur finnst það ógeðslega fyndið. Já, akkurat, sko, það er bara þýtt einhvern veginn og það er ekki séns að þú fatti það eitthvað, en á móti þá ertu kannski að horfa á eitthvað annað í þeirri sinni, því hann alltaf með þessar fárulegu dýralíkingar og það er ógeðslega fyndið. Já, og þú veist, og bara taka einhvern random, nú erum við komin á langt með spoiler, ég alveg að fara að segja hvað gerist í sinni. Ekki spoiler öllu. Einhvern random útvarpsmann sem að hana, þú veist, allavega, en þú bara, það er samt, þú veist, svo held ég eins og fyrir útlendinga, þá þetta samt náttúrulega bara action, 90s actionmynd sem bara byggð upp eftir þeirri formúlu og veist, ef það er gert samkvæmt stöðlum, þá það bara skemmtileg mynd, sko. Þannig að það bara, þú veist, auðvitað að hafa gaman að henni þannig ef að, sér þú kveikir ekki endilega á öllum bröndanum, sko. En mér finnst það svolítið alveg magna, að hvað hún fekk í rauninni góða dóma, eins og erlendis, að ég held einmitt, þetta gert klálega fyrir íslenskan markað. Alveg klárlega. Og þá var alltaf spurning, það fara að virka líka erlendis? Já, við reiknuðum aldrei með, það var ekki með í umræðinu þegar vorum að gera sem einn, hvort við ættum að senda hann eitthvað út eða eitthvað, þú veist, við pældum einhvern tímann í, þú veist, gæti alveg verið að, þú veist, kannski einhverju norðmenni eða eitthvað svona myndu kveikja á konceptinu alveg sem maður myndi sjálfur kveikja á því að sjá Hasa myndi í færi, maður myndi alveg brosa því og vilja sjá það, sko. En einhverju norskum smábæi eitthvað svona, en ekkert meiri en það, skilur við, og þannig að þess vegna kom þetta okkur mjög óvart, en ég var líka mjög svona smeykur við að hvað myndi gerast ef að við færum til Locarno, svo það okkur slátara þar. Já, Lilja talaði það líka. Já, svo bara koma fréttir af því hérna heim og það er svona búið að setja eitthvað tón, skiluru, að þetta sé eitthvað ekki máli, sko. Þannig að það var alveg áhætta líka, sko. Og mikið léttir þegar við fórum að finna að fólk var bara, veist, ekki bara fíluna heldur, þú veist, það var bara rosa, þú veist, frábært væp, sko. En hversu stressað varstu svo? Sko. Þú veist að fara þess að hátíð og bara, shit, nú var ég að fara að sjá myndina. Ég var alveg, þetta var eiginlega bara eitt skemmtilegast dagur bara sem ég upplifaði nú til Locarno, það var bara ógeðslega gaman, þetta var svona eins og hefur hort á Entourage þættina, þetta var bara eins og það var dömpað inn í Entourage þátt, þú veist, við vorum aðna með þessu gengi, þú veist, öll í jakkafötu eða sparifötum og í frábæri veðri, sól og þú veist, allir aðeins í því þarna og þú veist, svo var bara tekið, fyrst að því við erum í aðalkeppninni, þá var, þú veist, förum við rosa mikið á svona myndatökum og einhverju svona, þú veist, einhverjum dinnerum eins og að segja frá og erum svolítið svona númerana, þú veist, ljósmyndatökur, blaðamannafundir, viðtöl og þannig að dagurinn var ógeðslega skemmtilegur og síðan var náttúrulega frumsýningin kvöldið en til dæmis bara á blaðamannafundinum morgunni, þar fattaði ég svona eitthvað og ég þarf kannski ekki að hafa það miklar áhyggjur á þessu, þar var fólk svo svakalega jákvætt og þú veist, alveg tveir eða eitthvað sem stóðu bara upp og spurði ekki einu, heldur bara töluðu í mínútu bara að segja mér að þetta svo frábært og þetta svo frábært og bara elskaði þetta og þá voru þér svo mikið að tala um þessa hluti sem að þú veist, hvernig við erum að taka og snú upp á þessar staðalímyndir og eitruðu kallmennsku konseptið og bara og allt þetta inn í hérna umræðuna varandi samkynhneigða og þú veist, sterkar kvenpersónur og allt þetta, sko, þú veist, þannig voru að fá þetta allt bara frá útlendingum sem bara skynjuðu þetta út úr myndinni, skilur, sem að þekkja hafa engar, þú veist, fyrirfram gefnar svona hugmyndir þá sem er að leika í myndinni eða, þú veist, að því að þetta strákarnir eru búin að vera, eru 20 ár grínstærindi 20 ár, þannig að fólk er búin að mynda sér skoðun á þeim fyrirfram, sko. Já. En þarna fekk fólk þetta bara clean og það bara upplýði bara mjög svona, þú veist, bara mynd sem er bara að senda réttu skilabóðin, sko. En hvað er sem með hana? Núna er búin sýna nokkrum hátíðum, hún er í sýningu núna á Íslandi og Lilja talaði eitthvað mögulega fleiri með kvikmynda hátíðir. Já. Hvað, ertu að hugsa langt fram í tímann með þessum mynd? Ég veit ekki alveg hvað tekur við, sko. Þetta er allt
náttúrulega svona frekar nýtt fyrir mér og ég er bara að læra hans inn á þetta en þú veist, þessar hátíðir sem að er búið að bóka okkur á núna, það verður bara gaman að fara þær. Það er einhverja 2 eða 3 eða eitthvað sem eru svona á, þú veist, sem eru svona á sjóndættaringnum. En síðan á næsta ári held ég að þá, þú veist, fer hún að detta í bíó í þessum löndum. Það er búið að tryggja réttin að henni á einhverjum stöðum. Já, það er náttúrulega eftir. Já, það er 2022. Það verður mjög fróðlegt að sjá hvernig það allt saman fer og svo vonandi inn á einhverjar efnisveitur og eitthvað þannig. Þannig að ég vona bara hann eftir að lifa góðu lífi á næsta ári líka og þú veist, halda áfram að vonandi opna einhverja dyr og eitthvað og svo ætla ég náttúrulega bara að reyna að gera eitthvað meira. Hvort sem það verður leynilega 2 eða eitthvað annað eða fyrst eitthvað annað og svo leynilega 2 eða whatever, þetta er allavega þannig að ég þarf að fara að finna mér eitthvað að gera núna þegar fótboltinn fer að syngja sér síðasta. Já, þú sagði hvað, 1 ár eftir að samningum. Já. En ok, gefum okkur það, bara henni gengur vel og bara allt í góð með það og þú ert bara eitthvað, ég vil ekki að gera aðra mynd, alveg svona hvernig það verður. Ef við gefum okkur það og fengið bara sama budget, bara, þú þurftir ekkert að pæla beint til því, þú fengið bara að velja. Þú talar því að langar að gera mögulega hryllingsmynd, eða mögulega Leynilöguna 2. Áttu eitthvað svona draumverkefni, svo bara það verður geggja að gera þetta næst. Og sama budget, er það dýllinn? Já, í rauninni, þú þarf ekki að pæla í því, skilur. Sem bara 300 milljónir eða eitthvað. Já, ok. Og þú mátt ráða í rauninni hvað þú ætlar að nota peningin í. Já. Og þú alveg með eitthvað svona solid handrit að báða myndum, eða áttu eitthvað svona drauma. Sko, ég var í 10 ár, allan tíman meðan ég var úti, ég er meira sér lengur, áður en ég flutti út og þú veist, búin að vera í mörg ár með Kristján Sturlu að reyna að þróa handrit að hryllingsmynd sem var mjög efnilegt og þú veist, en við náðum ekki að láta það smetla og ég var ógeðslega búin að eyða mjög mjög tíma í að láta það smetla og þú veist, þannig að búin að ganga með það í maganum að gera hrollvekju sem gerist einhvers staðar úti mitt á Skjöldu Sveitabæ. Classic. En ég er ekki viss að hún verði ofan á núna. Núna er ég komið með svona 2 önnur sem að ég alveg, sem eru bæði svona svolítið draumaverkefni og þú veist, og erum að eiginlega bara svona fara að stað með hvort hvað við eigum að gera og á hvað við eigum að veðja. Þannig að ég ætla ekki að fara eitthvað, ég þyrfti að fara svona að segja frá því og svona til þess að já, ég skilji, ég bara pæla hvort það. Ég er alveg með klár svona, já, svo er eitt í viðbútt sem að Pegasus. Nú veit ég ekki hvað ég má segja. Nei, við skulum ekki fara út í það. Ég vil ekki segja eitthvað sem ég er alveg með nokkur, já. Ok, ég er bara að pæla hvort þú ættir eitthvað svona að gera vestra eða eitthvað svona alveg eða víkingamynd eða sci-fi mynd eins og tala hryllingsmynd. Hvort það væri eitthvað svona, hvort þú getur sagt mér allavega tegund. Já, önnur myndin er íþróttamynd sem að er með svona íslensku sveitabæjatvisti, ef við getum sagt. Ok. En samt svona, ég held að drama? Nei, grín drama. Ef ég fyrir að gera fleiri myndir, þá held ég að það verði alltaf svona í einhverju svona afþreyingar eða svona einhverjum afþreyingar struktúr en vonandi með einhverjum svona íslenskum svona sérkenna tvistum, skiljum mig. Mér langar að gera svona myndir sem fólk kemur á. Veist, ég er líka með eina action grínmynd, bara alveg hardcore action grínmynd sem er svona hugmyndað sem að reyndar er líkleg næsta mynd, sko, sem er bara svona crowdpleaser, sko. Og svo eða væri, þú veist, eða væri hrollvekja skilur eða eitthvað svoleiðist, þá væri það, þú veist, með öllum Hollywood elementunum en ekki gerast hérna heima eða skilur með það sem við notum, það sem er gott við íslenska kvikmyndagerð og eitthvað svona, þannig að ég væri til að reyna einhvern veginn að svona fá aðeins meira af þessum svona afþreyingarstruktúr og svona það sem virkar við bíómyndir úti og gera svolítið að því hérna heima. Já, gera heima. Þú ert þá aðalega að hugsa íslenska myndir. Já, ég er ekkert komin lengri, ég get ekki, auðvitað, maður verður að hugsa langt og þú veist, þú veit maður ekkert hvað þetta er að opnast, en ég hef aldrei getað að hugsa þegar ég var spila afturheld í annar deild að, þú veist, svo ætla ég að fara á HM og verja frá Messi, sko, þú veist, það hefur bara verið geðviki, en svo bara gerist þetta skref fyrir skref og allt í nefn að komin í þetta rugl, sko, þannig að ef ég einhvern tímann enda á að vera komin í big leagues, þú veist, þá er það bara einhver þróun sem að fer enda þar, skilur, vonandi, ég ætla alveg að hugsa stórt, en ég verði að byrja á byrjuninni, sko. Já, algjörlega, ég skil það. En eins og með það var skot frá Messi. Hversu þreyttur þetta á? Því að auðvitað alltaf djóki?
Tjóki. Nú var ég að koma með þetta upp sko, en ég er ekki vanur því, en þetta var mjög bara gott dæmi að koma með, en ég er svona þreyttur samt ekki, skilur. Hann var alltaf eitthvað svona... Já, það er eitthvað grín sem honum veit að fyndið. Mér finnst það reynda að finna líka. Ok, en þetta er alveg þannig að þetta Messi moment, þú veist, þetta er náttúrulega bara það sem að mínu minnst fyrir núna og þetta er basically eina sem að fólk þekkir mig af úr mínum, þú veist, 15 ára fótboltaferli sem ég gerði margt annað en það er bara alltaf þetta og það er alltaf lægi, menn þetta breytti lífið mínu þetta augnablik og er þetta ekkert eðlilega eftirminnilegt og stórt, sko, þannig að ég ætla ekki að fara að kvarta yfir því að þetta hafi gerst, skiluru, en þú veist. Finnst þetta fyndið ennþá? Eitthvað svona auðvitað djókið með? Já, svo er líka bara, þú veist, krakkar, þetta er eina sem krakkar spyrja mig, var gaman að vera frá Messi? Já, eitthvað svona. Þannig að þetta er alveg svona það sem að fólk spyr mig að, þú veist, það er bara Messi, momentið, skiluru, og það er bara eins og það er. Já, algjörlega. Ég ætlaði raunin ekkert að spyrja út í það, en þegar þú talaði um það þess. Já, ég kom með þetta sjálfur. Og því ég geri það alltaf þegar fólk spyr mig, já, hendi ég sinn. Þá kemur þess að því ég tók eitthvað á Instagram, Hundi var alltaf eitthvað að djóka með þetta, segja við eitthvað fólk, þessi gaur varði varði skot frá Messi. Mér fannst að finna þetta var svo, fyrstu þetta svo oft. Já, og það er reyndar sko, að finna að þegar við vorum að tala um þessa frönsku, þetta franska kvikmyndagerð fólk á hann, sem að fannst við ekkert sérstaklega merkilegu pappír, en svo þegar að þetta var dreigið upp og Öddi fór og sínaði en vídeo að mér að verja Messi, það var allt vitlaust, sko. Það var bara, þau göft, þau átti ekki til eitt aukatekið orðið við því, sko. Þeim fannst þetta bara mesta sturlun sem til var að ég hefði actually gert þetta, sko. Og verið síðan hérna með bíómynd. Þetta er afrek, þetta er saga, skilur, þetta er merkilegt. Já, ég menn, þetta er náttúrulega einstæmi, þú veist, að vera í þessum tveimur, skilur, að vera í landsliðinu í fótbolta og síðan að gera, þú veist, svona mynd, bara beint í kjölfarið. Það verður alveg að segjast, þannig að þetta er þetta áhugavert þegar fólk fer að spyrja út í þetta og svona. Ég menn, þetta er bara að segja, það er ekkert allir sem hafa gert það. Nei. Þetta er ekki, þetta er svona frekar ótróðin slóð held ég sem ég er að fara þarna. Algjörlega. Förum að slúta þessu, þannig að þetta er búið að vera hrikalega skemmtilegt. Mjög gaman að koma. Já, bara takk fyrir að koma. Nú að spyrja aðeins í lokin. Þú nefndir aðeins, mér minnum að tala áður en byrjum að taka upp. Dune. Já. Því ég var rosa hrifinn af henni. Bara svona stutt í lokin. Hvernig varst þér hún? Ég var rosa hrifinn af henni líka. Ég held að ég myndi gefa henni 4 stjörnur af 5. Þú veist, mér fannst hún bara svona algjört spektakúl, ógeðslega kraftmikil, geðveik tónlist og ég hafði bara alveg þvílíkt gaman að henni. Þú veist, mér fannst hún ekki, hún sogaði mig ekki inn, þú veist, eins og því ég sá Lord of the Rings fyrstu myndina eða eitthvað svona alveg bara sem ég var bara gjörsamlega blown away, sko. Bara svona 5 stjörnur á þess að pæli því. En þú veist, bara, ég veit ekki endilega hvað það er, maður veit það ekki alltaf, sko. Þú veist. Þetta er alltaf tölvöld kaldarmynd. Já, einmitt. Bæði heimurinn og svona. Akkurat, kannski er það eitthvað það að maður tengir ekki alveg við karakterina strax eða eitthvað, sko. Tekur smá tíma að byggjast upp á þannig, en mér fannst það bara alveg fáralega, þú veist, flott og bara hef eiginlega ekkert nema gott að segja, sko. Þetta er bíóferð. Algjör. Endum á því, fara að kíkja á Dune í bíó, ef fólk er ekki búið að sjá hana. Er ég komin þetta til að plugga Dune? Kíkja Dune í bíó og að sjálfsögðu leynilöguna. En þegar þessi þáttur kemur út, þá er það í sýningu. Bara takk hjá að koma, Hannes. Takk fyrir mig.